Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og pipardutti. Pipardutti klárlega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klárlega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í desert. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klárlega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgjið mig þar. Jackie Brown búinn. Ok, næsta. Ekki bara komin í 7. Þú ekki gera hana? Nei, veitu, ert þú 7? Ég man ekki hvað það er. Ég man það ekki heldur hvað ég gerði það undan. Hvað er 7 hjá þér samt? Varum við búin með það? Once Upon a Time in Hollywood var 7 hjá mér. Ok, taktu bara 6. Ég ætla að giska. Já. Núna erum við komnir í... Já, erfiða. Veitu, hvað var Hateful Eight í... 8. Já, það var 8, ok. 7 hjá þér. Ég ætla að segja að það sé Django. Já. Django er nummer 6 hjá þér. Já. Það er líka 6 hjá mér. Ok. Ég ætla strax að segja að það komir óvart að hún færðist aðeins niðar. Að því í bíónu, því fór á hana 2012, það var það í janúar 2013. Allavega, hún er þarna leit 2012 frumsýnd. Ég heldur við sjáum hann á Ísland allavega í janúar. Janúar 2013, já. Ég skemmti mér ógeðslega vel í bíóinu. Þetta var geggjuð bíóferð og þannig er hann ekki að vinna með kaplana, fara aftur í tíman og eitthvað svona. Það eru flashbacks að sjálfsögðu, en það er ekki kaplatengt. Það er bara Django hverfur aftur í tíman í smá stund og svo komum við tilbaka. Já. En hún fór ekki over hér? Nei, það er sko, svo eftir hún var búin í bíó þá reyndi ég að horfa hana strax aftur ég hafði tækifæri til, ég man ekki hvort það var DFT eða eitthvað slíkt og svo horfðum hann aftur og aftur og aftur sko og því ég horfði hana núna að nú eru nokkur ár síðan ég sá hana seinast og hún færðist örlítið neðar en ég hefði svona, já, gert ráð fyrir fyrstu eins og ég var með alltaf svona reddi lista ef einhver spurði minn Tarantino myndir þá gati ég alltaf, þú veist, bara svona skotið, bara svona, þessi númer 1, þessi, þannig að... Af hverju heldur hún að fara neður hér? Já, Jackie fór upp og þegar þú sittur einhvern upp, þá færist ykkur neðar og það var önnur mynd sem fór upp, sem ítti Django neðar og hún náði ekki að vinna þær, eins og segið, þannig var þetta komið bara í box. Já. Þannig voru 4 myndir í boxi. Af því að neðst var frekar lokt, efstu 2 frekar lokt, en miðjukablinn var svona 4 boxar að slást, sko. Og Django léti minnipókan. Ég held að sé svolítið hvernig lopin er kannski teygður í seinni hlutanum. Er það ekki með lengdin? Jú. Hún er rosalega löng fyrir svona mynd. Já, en aftur á móti er hver sequence rosalega skemmtilegur. Þú veist, fyrir hlustendur kannski áttu sig á hvað maður að meina með sequence. Að þá er sequence byggður upp úr nokkrum senum. Þú veist, til dæmis getum við talað sequence þegar þeir eru komnir á Candyland. Það er dinner, Samuel Jackson fattar að það er maðkur í misinni, hann talar við Kelvin, hann kemur inn, hann er með hauskúpuna og þeir eru teknir fastir. Þetta er eitt sequence. En nokkra senur, en samt mjög líkar senur, sko. Allavega, allir sequensar eru skemmtilegir. Engin spurning. En það er eitthvað, þú veist, aftur er ég farin út í svona performance og hvernig hlutinni verða svolítið svona ekki too much í komík, en það er verið að leika sér að íkja hressilega. Eins og til dæmis þegar sega hundunum á, segðu nafnið? D'Artagnan. Já, ég get ekki sagt svona erfinnöfn. Ég get ekki hvort það er rétt sagt. Jú, þetta er sem nokkur er rétt, sko. Að, þú veist, þá er skotið á eitt gaur, bara svona full shot, hann stendur einn í rammanum og hann er bara svona
þú veist, bara svona einhverju hillbilly að hafa gaman af þessu, það er rosalega mikið grín. Það veist ekki passa. Það er verið að éta mann með hundum eða hundar að éta mann og þetta var gert vissulega í þessu, á þessum ógeðslega tíma í sögu Bandaríkjanna. En ég ekki allir ekki að vera, það er pottur til ógeðslega gæjar sem að... Jú, sem hlóða þessu, alveg klárlega. En það er kannski eins og til dæmis þegar Django er síðan sloppinn úr hestakerrunni eftir að senda hann í námuna í síðasta hlutanum, að þegar hann síðan stútar öll eins og gaurum sem áttu hundana. Það er svo geggja. Já, það er ógeðslega gaman þegar hann stútaði þeim. En þá þarna, einn að lemja einhvern fuglakofa með hamri í takt við lagið sem í gangi og annar bara eitthvað í baði. Þetta er rosalega komískt og það er eitthvað við það touch sem kannski pínu dregur niður fyrir minn smekk, sko. Áhugavert. Það var ekki þegar ég sá í bíónu og þetta er kannski bara ég að verða leiðilegur gamall kall eða eitthvað, sko. Og kannski líka... allur þessi expressionismi í ofbeldinu, þar að segja eins og þegar hann skýtur systur Kelvins, hún skýst aftur á bak eins og trukkur hefði kert á hana. Ég elska svona stund. Það er ógeðslega fyndið, sko. Ógeðslega óraunverulegt. Já, það er viljandi óraunverulegt. Þannig að það er ekkert að saka hann að hann vissi ekki hvað hann að gera. This guy, hann veit hvað hann er að gera. Og hann gerir það ógeðslega vel. Þetta er alltaf hyper-stylized ofbeldi. Já, og blóðsletuna bara eins og einhver, þú veist, bruna slanga úr líkumunum. 20 lítrar. Já, og þetta maður geðið kikk að horfa á þessa mynd, sko. Og náttúrulega bara, besta senan, sko, er náttúrulega þegar Dr. King Schultz komið með konun hans inn í herbyggi. Og Kelvin-fjölskyldan heldur náttúrulega bara að þarna þú veist... Nýðingur. Já, eða þú veist bara, hérna kona sem þú mátt sofa hjá. Og þau tala þýsku saman, þessin eru þau pöru saman, en náttúrulega, þú veist, þeir voru að fara á Candyland til að ná í hana tilbaka, konunars Django, allana, Dr. King Schultz og hún komin inn í herbyggið. Og Brúmhilda von Schaft, og hann útskýra fyrir henni, ok, ég með manni hérna sem þú þekkir, og hann hana fyrir utan dyrnar. Ekki panika þegar þú sérð hann, ok? Hún bara veit ekkert hvað er í gangi og hann bankar og Django opnar hurðina og hann birtist hey there troublemaker og hann líður yfir hann og hann bara you silver tongue devil geggju sena og það eru svona senur í myndinni sem eru bara svo geggja fyrir áhörandan, sko, og svo líka traumatizing senur eins og hún sett hann í hotbox og En ég myndi að það alla karakterina sem til Django. Já. Fullt af karakterum. Já. Það ekki bara Django og Schultz. Nei, Don Johnson. Don Johnson karakter. Heitur ekki Kerry Washington sem leikur Brúmhildu? Jú. Já. Það karakter. Já. Náttúrulega Candy sjálfur. Jonah Hill með smá kemur á hana. Mér veist það var alveg skemmtilegt. Já. Ku Klux Klan, drastlega. Já. Og þar aftur, þar fer hann í, sko... Of mikið grín. Í bíónu skemmti ég mig konunglega. En það ekki bara Tarantino? Jú. Myndirnar sem hafa alltaf verið með svona húmor. Ég meina, hann lítur sjálfur á Perfection sem gamanmynd. Munurinn þarna á að hann komin út í framsetningu á húmor sem fer að nálgast uppistand. Þú veist, það er svo mikið verið að grínast. Þetta er svo miklu brandarar. Já, brandarar. Á meðan húmorinn í Jackie Reservoir eða Pulp eru meira svona í bara hvernig karakterannir eru. Já, ég skil á þau, já. Þú veist, bara eins og Samuel Jackson í Pulp, þú veist, í lokin á kaffihúsinu, þú veist, the stakes are high, þegar, þú veist, hann komið byssuna á Ringo og bara John Travolta kemur út úr klósettinu. Bara Mexican stand-offan og engi veit neitt hvað er í gangi. Senan verður fyndin að því, þú veist, bara svona I don't remember saying, ég man ekki hvað var áttu hérna, þegar hann bara að drulla yfir, ég man ekki eftir að hafa verið að tala við þig, eitt bit, sko. Eða hérna, we all gonna be like 3 Fonzies live here. And what Fonzie like? What Fonzie like? God damn it, he's cool. Correcto mundo, he's cool. And that's what we're gonna be. We're gonna be cool. Þú veist, þetta er svo
hann er ekki að segja brandara, en þetta er samt fyndið einhvern veginn. Já. Og líka, þú veist, þegar Jules gefur Ringo peningin sinni úr veskinu, bara farið í pókan, fyndu veskið sem segir bad motherfucker, bara fyndu veskið sem segir bad motherfucker, fyndu veskið, tekur peningin út, teltu það, telur það, stindu í vasann. Og Vincent brjálast, ef þú ætlar að gefa þessum manni pening, þá skýt ég þau bara af prinsipástæðum. Já. Vincent er ekki að reyna að vera fyndin hana, en þetta er samt fyndin. Fattar þú? Ég skil eitthvað, það er munur á einmitt eins og Ku Klux Klan atriðinu í Django. Já, eins og þegar þið get ekki séð bara eigum að vera með pókana á eða ekki og það er sprengleilt og sérstaklega þegar eitt karakterinn kemur við vitum alveg að pókanir er ekki góðir en það var reynt að hafa þá alveg frábæra eða eitthvað svona, það verður svona að stilla til friðar. Ógeðslega fyndin sena. En það er þessi expressioník sem kannski tekur hana aðeins neðar hjá mér, persónulega, í dag, en ítir hinum upp sem eru meira down to earth. En bíóferðin var geggjuð. Hver er bestur í Django? Ég meina, Jamie Foxx er geðvikur í henni, sko. En, þú veist, Christopher Waltz er helviti góður líka, sko. En Jamie var fullkominn, sko. Hann var gjörsamlega fullkominn. Hefurðu viljað sjá Will Smith? Ó, nei. Will Smith er náttúrulega hann að þessu, sko. Já, en ég bara segja, ef hann hefði mögulega... Þú veist, auðvitað hefði það virkað. Ég menn, þú marst hvernig Will Smith var í Independence Day og Bad Boys. Solid. En er hann ekki bara orðin of mikil... Ég elska Will Smith, við fann æðislegur. En er hann ekki orðið of mikil svona... Þú veist, bara svona brand name, skilur. Hefði ekki verið svona mikil pakki sem við fyllt honum. Jú. Ég meina, Django var klárlega rétt að valið. Django, já, nefnir Jamie Foxx. Já. Sem Django. Já, ég er sammálar. Ég fíla Jamie Foxx líka alveg í bótt, sko. En aðri karakterar, þú veist, hvernig fannst þið DiCaprio sem vondi? Mér finnst það aðeinslega. Já. Ég man að töluðu við ekki að DiCaprio síðast þú komst. Jú, mjög mikið. Hann er ekkert það ofalega hjá þér. Er það ekki rétt munið hjá mér? Hann er komin mjög ofalega af því hann er geggjaður leikari og hann hefur svo mikið presens, hann er svo mikið stjarna og maður fengið tækifæri til að vinna með hennum að sjálfsögðu. En það sem ég var að tala í síðasta þetta var að mér fannst, þú veist, sumir aðeins meira natúral. Það getur verið að DiCaprio stígi upp á það level. En mér finnst eins og Philip Seymour Hoffman eða Joaquin Phoenix eða, þú veist... Já, bara sem leikari. Já, Charlize Theron eða, þú veist, Susan Sarandon. Mér finnst þau aðeins meira. En... Ég skil hvað við, sko. Já. En allavega, við skulum... En eins og hann Sam Candy, hvernig fannst það? Það kom mér óvart hvað hann var ógeðslegur. En er það ekki bara að segja að hann sem heldur þú leikari? Jú, algjörlega. Hann var næsti, sko. Að þetta DiCaprio er alltaf virkað á mig sem bara svona þokkalega almennlegu gæi. Já. En hann er ógeðslegur í Django. Já. En gaman að sjá hann leika þannig gæi, samt. Það er nefnilega málið, að fá breiddina. Já. Þú veist, eins og kannski við tökum einhvern annan sem við nefndum áðan, Keanu Reeves. Við sjáum ekki mikla breytt í hans leik. Hann er líka ekki, ég elska Keanu Reeves, hann er ekkit svakalega leikari. Nei, hann er bara góður í sínu, sko. Já, hann er fint sem John Wick, bara að drepa fólk. Já, en það var frábært að fá þennan punkt á grafið í karrír DiCaprio. Já. Þannig að hann er ekkit einhvern bara á einum stað. Hann er alveg að fara langt upp og til hægri þannig, sko. Já. Þú veist, ef þú sér fyrir þér einhvers svona hnita grafsins og var í starffræði í gamla dag, sko. Og já, hann er bara evil. Hún er tekst að vera evil, sko. Hún fannst það erfitt, sko. Getur eitt ímyndaðir að vera segjandi ennorðið allan daginn við blökkufólk. Hann talaði aldrei við Samuel Jackson. Samuel Jackson sagði bara, hei, þetta er fucking mynd. Já. Bara segð þetta og eitthvað svona. Já. Og ég hef heyrt verið nöfn eða eitthvað, mann hvað var. En hann er sagt að sjálfur Tarantino og ég hugsa að þú vitir þetta. Þegar hann skrifaði þessa mynd og þú veist hann sjálfur að þú hefur skrifað sjálfur að þú dettur inn í hausinn á þessu fólki og þetta verður bara raunverulegt fólk fyrir þér. Tarantino sagði, ég gat ekki beðið eftir að drepa Candy. Já. Það var svo mikið ógeð. Já. Og hann hataði hann að karakter. Já, þessi karakter var miklu eldri í handritinu. Já, var það þannig? Já, þetta var svona... Eldri maður? Já, bara svona eins og Don Johnson, skilur við? Mér finnst það svo töff að vera svona í yngri kantinum. Já, síðan hittir hann DiCaprio og er að ræða við hann og DiCaprio sýnir hlutverkinu áhuga. En kom hann ekki til greina sem hans landa?
Jú, á þessum tíma. en Tarantino offaði það strax að DiCaprio tala bara ensku. Já, einmitt. Og Landa multi-language guy, sko. En hann hitti síðan aftur DiCaprio varandi Candy, að því að DiCaprio sóttist eftir að fá að leika í næstu mynd. Tarantino sagði ekki um einhverjum viðtali. Hann lefur DiCaprio að lesa öll handriðið sín. Já. DiCaprio segir bara, ég er að lesa allt. Já. Og þannig að hann sóttist eftir að leika Candy. Já, og Tarantino fyrir þá að hugsa þetta, sko. DiCaprio augljóslega ekki nógu gamall fyrir þennan karakter, því karakterin var gamall. Já. En þá fyrir hann að hugsa, býtum við, ef Candy er yngri, þá það svolítið áhugavert. En þess að þá þetta ekkert spurning business. Hann er dekubarn. Hann erfir fúlgu fjár og mikið veldi. Eins og dekuböld skilur svona rich kids syndrom. Þeir bara verða oft assholes. Mjög oft. Óþólandi á veitingastöðum. Já, óþólandi á veitingastöðum og svona. Þú veist, ég hef alveg verið í þjónustustarfi og því ríkari sem foreldrarnir eru, því ofta eru bara krakkarnir meiri skítala, sko. Og miður, ég kynst líka svolítið. Já, og eins og einn vinur minn kallar þetta rich kids syndrom, sko. Og Tarantino fór þá að nálgast karakterinn út frá þeim forsendum sem gerir hann ennþá verri. Þannig að þetta ekki svona maður sem byggði upp viðskiptaveldi sitt, hægt og bítandi, þurft að ströggla fyrst og svo verður þetta. Hann spoiled brat. Já. Og þá allt innu verður hann rosalega skotin í þeirri hugmynd að DiCaprio taki þessu hlutverki sem verður úr. Og já, ég held að það spila stóran part í vinsaldi myndarinnar. Já. Því þú ert þá með á plaggandinn DiCaprio og Jamie Foxx. En hún var líka, ef ég man rétt, ég held þetta sé eina tekjastu myndum Tarantino. Já. Box office. Já. Það voru rosamargir sem fór hana og líka, kannski eðlilega, mikið af svörtu fólki í Bandaríkjunum. Þetta var svona hetjumynd fyrir þá. Já. Eða fyrir þau. Já. Ég skil það bara ósku vel. Já. Þannig að sjáðu mig þrælahald og eitthvað svona rasism og ógeð, en sett í þennan búning og þú færið svolítið svona sem áhengst þú fær payoff. Já, algjörlega. Yes, hann að skjóta á alla í drast. Já. Og það svo satisfying. Ég veit það. Fyrir mann. Já. Eins og hvernig hann endar þegar hann... Þú getur það ímyndað vegvinni fyrir þennan hóp að sjá þetta, sko. Já. Fuck. Ég held að það stóru hluti til okkur hún var svona svakalega vins. Já, og það sem líka sérstakt við þessa mynd í Tarantino-katalógnum að þetta Hero's Journey. Þetta Joseph Campbell model. Klassíska. Já, þú veist, Star Wars, Matrix, einhver svona. Þú veist, það einhver karakter í sínum venjulega heimi sem fer síðan í ferðalag sem svolítið andstætt við hans fyrra líf. Í tilviki Django's fer úr því að vera þræll yfir í það að vera bara cool gaur á hesti og þetta rescue mission, alveg svo til dæmis í Star Wars. Luke fer í ferðalag til að bjarga Leiu. Hann tímar upp með Obi-Wan Kenobi, Django tímar upp með Dr. King Schultz, sem svona The Old Wise Man. Luke bjargar Leiu, en þá hefst önnur atburðarás. Django bjargar Brúmhilda, en önnur atburðarás hefst, því hann hneftur þarna. Og já, þetta Hero's Journey. Tarantino hefði aldrei gert það svona, þú veist, það eins og segið, þetta ekki kaplar aftur fram og tilbaka í tíma. Geggjumynd, það svona smá svona, maður fór að spá sko, skrifa þess út í hotn ákveðnu kapla eins og eftir showdown í húsinu þar sem maður skýtur alla gauðran í spað, að þá náður honum í endan og hann hengur hann á hvolfi og þá kemur hérna Billy Crash með hníf og allar að fara að skera á honum pungin og eitthvað ógeð sko. Og þannig að þú veist þetta klassiska dæmi svo í James Bond myndum og eitthvað svona hetjan komin í öngstræti. Það ekkert sem hún getur gert til að bjarga sér og bara vondikallin getur bara smelt fingri og viðkomandi dauður. En þá oft einhver svona ræða hjá vondakallinum sem býr til andrými það svigrúm fyrir viðkomandi að sleppa. Og þannig kemur Samuel Jackson inn og heldur svona klassíska vondakallaræðu. Ég vil ekki að ég bara skjóti þig hér eða dreipi þig hérna, ég ætla að gera eitthvað miklu verra við þig af því þú átt það skilið með allt sem þú gert. Það var látt að pína þess svolítið. Já, þannig að hann sendur þá í einhverja námuvinnslu og þá allt inni Django komin hana á kerru með öðrum mönnum sem eiga að fara í námuvinnsluna líka og þá náttúrulega
náttúrulega komið þannig að tækifæri til að sleppa sko. Sem mér fannst náttúrulega alveg geðveikt að þegar hann sannfærað skilur ég bounty hunter og þú veist, það miði í vasanum og þeir fá svona mikið pening að við gerum þetta og þeir láta hann byssu og hann skýtur alla og stingur af og þá kemur geggjuð tónlist og hinu gaurarnir horfa eftir honum og þá svona sérðu bara á svipnum með það, þú veist, legend in the making svipur, bara hver þetta? Þú veist, það alveg geðveikt en þú veist, það kannski, þú veist, smá ódýrt, karakterinn komin út í hótt. Nú bara hægt að drepa hann mjög easy. Hann getur ekki gert neitt. En þá hann losaður og settur í eitthvað annað, sko. Það er ódýrt. Þetta náttúrulega bara oft sem bara handrið sem þetta lenda í. Þeir skrifa karakterinn í algjört öngstræti, en þeir get ekki dreipið hann, því þá sagði hann búinn, hvað hann var að gera? En átti hann ekki bara endi í húsinu? Gæti verið. Mér fannst ég finna það, bara eitthvað svona upp á hvernig hann peysu og hvernig struktúru myndin, að þegar húsið búið, búm, ég fann bara svona, hún ekkert leiðinlega eftir það, en ég fann bara svona, mér fannst rosalega loft fara úr henni. Já, góður punktur. Þú veist, eftir gunfight, mér finnst það að vera climax í myndinu, sko. Já, að því að síðan kemur annað gunfight í sama húsi. Þannig að hann... það ekki rétt munið mér? Gunfight fyrst í húsinu? Jú. Og svo hangir hann hana á hvolfi. Síðan hann sendur í námuna. En þetta svona skemmtilega atriði. Ég fattar hvað við. Algjörlega. Og þar Tarantino, hann einn af þessum Áströlum sem að flytja hann í námuna. Svo mikið distraction þegar maður horfður á hana. Já. Miður. Og Tarantino sagði sjálfur, eftir þessa mynd, nú hann hættur að leika. Þú veist, hann var ennþá með þessa bakteríu að vilja leika, að því hann byrjar sem leikari. Hún langaði að verða leikari. Hún langaði ekki að vera leikstjóri, hún langaði ekki að vera handritshöfundur, hún langaði að verða leikari. En hann átti bara erfitt með að fá hlutverk og allt þetta, en þessi baktería var ekkert búin að yfirgefa hann. En hann átti ekki að leiksta sig sjálfur? Nei. Því hann góður í From Dusk Till Dawn. Já, sem Robert Rodriguez leikstýrir. Þar hefur hann mjög góð tök á honum, sko. Og Tarantino geggjaður From Dusk Till Dawn. En það var distracting að sjá kallinn hann á hestinum og róta reym Já, og ég hef ekki gott eira fyrir reymum, þannig ég vissi ekki hversu vel hann stóð sig. Ekki heldur en mér var samt ekki hljóma vel. Nei, þetta hljóma eitthvað fyrðilega, sko, og róta einhverju dínamíti þannig í róli heitum, sko. Þannig að það var allt svona, já, þú veist, ógeðslega skemmtilega senur, en eins og segið, það showdown í Candyland húsinu, áður hann handsamaður, og það showdown aftur í lokin. Þannig að þú ert svolítið að koma tvisvar með það sama, sko. En náttúrulega í seinna skipti stútar hann fjölskyldunni. Maður bara velti fyrir sér, hefði að vera þetta samin í eitt, hann bara stúti öllum hana. Endur skrifa þetta aðeins, stytt hann aðeins. Já, en að því sögðu, þessi bíóferð var geðveik. Mér finnst þessi mynd ennþá ógeðslega skemmtilegt. Þegar það kvættaði rapplagins Rick Ross hann í miðinni, 1000 Coffins eða hvað það hljét. Mörgum fannst það svolítið svona, wow, offbeat að kvætta í nútíma rapplag. Mér fannst það klikkað. Hann har notað tónlist eftir Morricone, þú veist, úr öðrum myndum sem voru samin fyrir aðra myndir. Sem geggjað. Svo held ég eitt frumsamið lag sem var helviti gott, sem heitir held ég Freedom. Ég man ekki hvað það. Já. Var það frumsamið? Ég held þessi, var þetta ekki John Legend? Sko, það annað frumsamið lag í myndinni eftir Morricone sem þannig að og ég þannig lag, söng og allt. Já, manstu þegar verið að dekka borðin í Candyland. Já. Og þá svona montage. Nei, fyrir ekki, song by eitthvað, Anthony Hamilton og eitthvað. Já. Ég held þetta lag hafi verið samið fyrir Django. Ok, sorry. En það annað frumsamið lag sem Morricone semur, sem söngur. Og það þegar verið að leggja borð og við erum komnir í Candyland. Já, mér ámur eitthvað í það. Það kona að syngja. Það hún ekki dialóg, þau ekki bara setja borðið og græja allt og svona? Jú, það verið að syngja á ítölsku. Jú, mér ámur eitthvað, On Koriki. Og það Morricone sem gerir það? Já. En þú veist, það lag, það ekki skor. Já, það sungja og svona. Já. En já, ég veit ekki hvort ég hef eitthvað meira Django að segja, annað en bara gott hero's journey. Algjörlega, ég meina, ástofnum kennst ekki ofar í mér. Mér finnst þú vera, að ég veit að Hateful Eight líka löng. Þó eins löng, þá ég persónulega, mér fannst ég ekki finna eins mikið fyrir lengdinni, eins og í Django, og ég hugsa ég sé miklu minniluta, alltaf meira gerist í Django, meira hasar. Ég maður bara þegar húsadriðan í Django búið, þá hugsaði ég með mér,
áttu ekki bara að enda þetta. Ég man ekki hvað er langt liðið á myndinni, þú veist alveg komið feature-length mynd, hann ekki að endurskrifa þetta eitthvað. Mér fannst það að vera soldið teygt að mjög lokin. Og það er spurning hvort að Sally Menke hefði 100%. Já. Ég er 100% þess að. Já. Að ég menn the proof is in the pudding, að þú sérð eldri myndin þess. Það voru ekki alveg svona. Nei, einmitt. Ok, Django var númer 6 á okkur báðum. Já, merkilegt, þá hendið þú í númer 5. Þú giska? Giska allar myndina, það er svo gaman. Fólk að klikkast á okkur. Það er ekkert mikið eftir. Nei. Þú manst náttúrulega kannski hvað ég var með. Ég ætla að segja Reservoir Dogs. Nei. Ok. Ég ætla að nefna það sem ég kom með. Ég búið með Death Proof, Once More Time in Hollywood, Jackie Brown, Django. Þetta er ekki Reservoir Dogs. Segja það er ekki mikið eftir. Hateful Eight. Hateful Eight 5. Okay. Við erum búin að tala um hana. Já. 5 hjá þér. Reservoir. Ég gleymdi að leiða að giska. Ég er að giska. Hvað hefur að giska á? Reservoir Dogs. Já, ok. Nei, ok, ég er að djóka samt. Segi það bara núna. Ok, hún er 5 hjá þér. Já. Ok. Fyrir áhorf allra myndana fyrir þennan þátt, þá var hún aðeins ofar. Ok. Þessi mynd náttúrulega hafði mjög mikil áhrif á mig. Þú veist, hann ungur að byrja, hann er 28 ára þegar hann gerir myndina, en semst hún kemur út 92, þá er hann 29 ára, þannig að hann er svona 28 skjótana. Á þessum, og bara sagan hans á bak við myndin og það var innblástu fyrir mig. Myndin gerst meira og meina öll á einu stað, inn í skemmu. Mín fyrsta tilraun til að gera bíómynd, sleimast þess gauðra að slæja fisk er öll inn í frystihúsi. Þú veist, Clerks eftir Kevin Smith, líka svona one location mynd, innblástur, en ekki síður þessi. Þannig að ég var svona tilfinningarlega tengdur henni, horfði ógeðslega oft á hana og fyrir mér var hún alltaf fullkomin því ég horfði á hana því ég var yngri. Fannst hún alltaf bara óaðfinnaleg, en það gerðist eitt núna í nýju áhorfi. Fyrsta skipti upplýði ég myndina sem smá svona fyrstu mynd leikstjóra. Ég sá smá, að því ég var búin að horfa alla hina myndina samhliða. Þú tókst það ekki réttur röð? Nei, ég tók það bara random. Já, ok. Það er áhugavert. Ég byrjaði á Django þegar hún var á Netflix og bara hinga á þangað. Já, tókst bara einhver röð. Já, ok. Og mér fannst það líka mjög skemmtilegt að gera það ekki alveg línulega. Hrista upp í þessu. Allavegna... Hvað er að við hana sem bara eitthvað svona, þetta er fyrsta mynd leikstur? Það er ekkert eitthvað stórt. Það er bara kannski smá með kamerurreifingar, smá eins og kannski Mr. Blonde endinar sinuna í skemmunni. Þeir eru að rífast að benda byssun á hvora annan, hérna Mr. Pink og Mr. White, Mr. Pink á bakinu. Þetta aðalega tala um útlitslega og kannski klippingar? Kannski ekki beint útlit, en bara, þú veist, svo þegar kameran púlar tilbaka, þá allt henni byrtist Mr. Blonde, þetta hefur þeir orðið var við hann. Já, þetta er svona, ég skil. Þú veist, hann bara allt henni erðana eins og draugur, sem er, þú veist, óraunverulegt, sko. Alls konar svona stöf sem er algjör titlingaskítur. En þegar þess að Mr. Blonde skotin, er það ekki líka pínu svona, eitthvað svona, dettur síðan, eitthvað, mannst þetta því? Eftir að minna þegar hérna Mr. Orange skítur hann í drasl. Já, ég tók ekki eftir neinu þar, sko, meðast það bara gegn. Er ekki eitthvað svona, hann er skotin, alveg í drasl. Og svo kippist hann úr ramma, eða? Já, kippist úr ramma. Meðast það geðveitt, sant? Já, það er cool. Svo minnir mig að kameran fyrir afturbaka eitthvað, þá sjá hann taka svona síðustu eitthvað. Já, ok. Hann líður smá tími. Já. Er ég að ruggla? Mér minnir þetta sé þannig. Ég tók ekki eftir neinu aðtöðuverður, sko. En mér fannst það vera svolítið svona, mér finnst það ekki alveg megasens. Já, en allan ég var alltaf mjög svona, ekki pirraður út Roger Ebert, en hann gaf henni 2,5 stjörnu á sínu tíma og ég var bara, hvað, þú veist, hvernig færa hann það út? Þetta er þessi myndi fullkomin. En ég sé núna af hverju menn hafa eitthvað aðeins út á hann að setja, en mér finnst hún samt geðveik, hún var mikið inspiration, karakterinn er drullu skemmtilegir og þetta er náttúrulega, og þarna er hann að byrja. Þetta er fyrsta myndin hans sem hann er náttúrulega hann að koma með þessa kapla og kaplanir heita eftir karakterónum. Og það er allir einhvern veginn að spila einhvers konar hlutverk. Þú veist, Mr. Orange er lögga að þykast vera glæpamaður og þá þarf hann að kunna dópistasögur, þannig að hann lærir einhverja sögu eins og brandara, þú veist, þá er hann svona, þá er þetta svona leikarafettis hans. Þú veist, að þú tekið eftir í Tarantino myndum, mennur rosalega mikið að leika. Django þarf að leika að vera frjáls maður. Vincent Vega, þú veist, þarf að taka Míu út að date í Pulp Fiction. Hann þarf að passa sig að, þú veist, reyni ekki við hana. Og, þú veist, Jackie þarf að
leika það að, þú veist, að hún sé með öllum í liði, en hún að svíkja alla. Og þarna sérðu bara strax í fyrstu myndina hans að hann strax byrjað með þetta karakter sem þarf að vill á sér heimildir. Þannig að þetta eitthvað sem hann hefur mjög mikið áhuga á. Þannig að sérðu líka einhver svona smá daddy issues, því það rosalega mikið eitthvað svona Joe is gonna come here, hey daddy, þú veist, það alltaf svona samband föðurs og sonar. Þó að Mr. Orange sé ekki sonur Mr. White, þá Mr. White svona gangunum við föðursta þegar hann þannig særður. Þetta rosalega mikið pappi og sonurmynd sem mjög áhugavert. Næska Eddie og Joe skiluru, Mr. White og Joe og alls konar svona. En karakterin geggjaðir. Mr. Pink. Hverstu bestur í þeirri mynd? Hver þinn uppáhalds? Ég held ég verði að segja Mr. Pink, Steve Buscemi. Mér finnst hann svo fyndinn, sko. En svo náttúrulega Michael Madsen sem Mr. Blonde alveg geðveikur, sko. Hann ætla bara psykopati og svona, sko. En mér finnst, ég veit ekki, Steve Buscemi, ég fíla hann alltaf svo mikið. En ég eitthvað svo skrítinn og snakkaralegur og... Já, ég veit ekki. Já, en hvað finnst þér þessa mynd? Mér er svona hræðileg. Nei, ég er að djóka. Mér er svona geggjuð. Ég elska þessa mynd. Já. Og ég skil hvað við. Það var bara svona, já, ok, ég sé náttúrulega mun á kvikmynd að gera manninu sem gerði Reservoir Dogs og sem gerði síðan Django til dæmis. Já, algjörlega. Það rosa munur. Já. Eða gæðin sem gerir Bastards og já, nákvæmlega. Þetta er himinn og haf. Já. En það er náttúrulega lærðan helling, þroskast, eldist og allt það. Mér finnst hún hrikalega góð. Já. Mér finnst Kai Tyler uppáhaldið mér í þessari mynd. Já. Mér finnst hann geðveikur. Hann er svo flottur í þessari mynd, sko. Mr. White, hann er geðveikur í þessari mynd. Það sem mér finnst skemmtilegast við hana, Reservoir Dogs, mér finnst einhvern veginn, kemistri á milli þeirra allra, er brjálað. Hvort sem það milli Tim Roth og Kai Tyler, eða Mr. Blonde og Nice Guy Eddie, já, öllum leikurunum, þetta er bara einhvern svona, það er ekkert sjálfgefið. Nei. Þú hefur alveg séð myndir með fullt að leikur eitthvað svona ensemble piece og þeir eru ekki allir að væpa. Nei. Það er kannski eitthvað svona einn eða tveir sem að þarna fannst mér að það er bara allt vinir, menn sem hefur greinlega unnið eitthvað á, þú veist, bara kemistri virkaði fyrir mig. En mér finnst dialógið. Mér finnst það af öllum myndunum hans einna skemmtilegast í Reservoir Dogs. Þetta er stór orð. Já, þetta er mjög gott. Þannig, þegar við vorum að tala um Death Program, hvað dialógið var svona ekki að virka alveg, þannig er hvert einasta samtal með svona high stakes. Hver er rottan? Eða, þú veist, Mr. Orange að vill á sig heimildir. Munið fattan? Eða ekki? Og, þú veist, þeir eru mjög mikið að rífast. Þú veist, hver gerði þetta? Af hverju gerði þú þetta? Hver eru dementanir? Ég með það? Ok, gott að vita það. Það er svo high stakes í dialóginu og það er talað mjög hratt, það er bölvað mikið, menn er að snappa á köflum. Þetta er alveg geggjað, sko. Það er geggjað. Mér finnst það bara, hjá mér, eins og hjá þér, hún svona kannski lækkaðins, hjá mér, eftir þess að ég horfi oftar á hana, hún hækkar alveg. Já, ég var bara með hana svo ofalega að, þú veist... Það var ekkert pláss fyrir hana, þess að hina myndin er bara það góðar. Og gast ekkert sett hann ofar. Ég meina, hún er, hvernig var þetta aftur? Hún er hjá 5 þjóðið líka? Nei, hún er ekki 5 með mér. Já, ok. Hún mátt ekki segja. Nei, hún er ofar með mér. Já. Ég meina, þetta var slagur, ég meina, ég ger henni að lista á morgun, hún gæti alveg farið, að þú veist, þetta bara við komin á mjög erfiðan stað, sko. Já, algjörlega. Þannig að, þú veist, þessi mynd skipti mér miklu máli, mikill innblástur, gott rætt, soundtrackið klikkað, allir leikarannir klikkaðir, og eins og Tarantino sagði, sko, þegar hann var búin að ráða alla leikarana, allt var í höfn, og það var að styttast í tökur, þá keyrði hann á bílnum sínum eftir ströndinni í Kaliforníu og bara naut þess að vera einn. Bara, yes. Bara, ég trúi ekki að segja að gerast. Og hvernig hann lýsir þessu mómenti. Áðan tók hann upp? Já. Bara konni með þessa leikara, komið með framleiðanda, þetta er að fara að gerast, samlaustur búinn, allt er klappað klárt. Hann veit að þetta verður geggjaði performansar. Hann treysti handritinu og bara kvöldið með vindin í hárið að keyra niður strandlíkina í Los Angeles. Yeah, man. Þetta er byrjunin á einhverju góðu. En hann sagði líka í einhverju viðtali, hann sagði líka að tilfinningi hjá honum, þegar hann var, minnum bara kannski fyrsta dag á setti, að hann er ekki lærður.
Nei. Hann kunni ekkert þannig séð og hann var bara eitthvað, shit, ég þetta með þessum, hann veit miklu meira en ég, ég með þessum leikara, hann er miklu meira reynslu en ég og allt þetta. En hann sagði, ok, þetta fólk kannski er reynslu meira en ég, en það er enginn sem þekkir þess að sögu betur en ég. Nei, nákvæmlega. Og það gaf hann svo mikið búst bara, ok, ég get gert þetta. Já. Hann er með söguna á lás, en hann talaði það að þegar hann mætir á fyrsta degi, að sjá alla trukkana, mæta, allt þetta prófólk að draga út öll tækin og það er, þú veist, annar trukkur fyrir, þú veist, búninga og smink og ég veit ekki hvað og hvað. Þú veist, maður hefði alveg séð þetta sjálfur að því, þú veist, maður fekk alveg, við náðum alveg svona smá budgeti eins og fyrir Eden og leiðum að koma með svona prófólk að stilla allir upp og eitthvað svona. Það var ekki lengur bara ég með kameru. Maður fær alveg, maður drullar alveg pínu á sig, sko. Shit, það er allir hérna til að vinna fyrir mig. Þannig að það horfir allir á mig til að spyrja á, en bara svona, en ok, þú veist, ég þekki söguna og ég get alveg sagt hvað ég vil og svo hjálpa þau mér að komast að áfangastað. Þú veist, ég sé þetta einhvern veginn svona fyrir mig, ég veit ekki alveg, þú veist, en samt maður er búin að spá í þessu með tökumannum, maður veit sér hvernig lýsingum maður er að fara að vilja og svona, en ég skil hann alveg þegar hann er að tala um fyrsta daginn á tökustæðar Reservoir Dogs og sjá alla trukkana. Og hann sagði líka, bara eitthvað, nú er ég búin að segja í mörg ár, bara eitthvað, ég get gert bíómynd, ég ætla að gera bíómynd. Svo bara eitthvað, búm, nú ertu að sanna ekki allir mig. Já, einmitt. Þú veist, nú ertu komið tækjandi sem gera og nú skalt sko bakka allir þessu orð sem þú hefur sagt. Já. Og shit, hann gerði það maður. Já. Þetta er helvíti góð fyrsta mynd. Já, að því sögðu þá er náttúrulega My Best Friend's Birthday hans fyrsta... Segir það samt, er það? Hann segir það ekki, sko, hann útilokar hann alltaf að því hún fór aldrei í dreifingu en hann var í nokkur ár að gera þá mynd. Myndur þú kalla það fyrstu myndina? Ég meina, ef maður á að kalla Sleimastes mína fyrstu mynd... Myndur þú segja að það verið þín fyrsta mynd? Hún fór aldrei í dreifingu en ég gerði hana samt. Alveg svo hann gerði My Best Friend's Birthday. Og þú horfir, hún er til á YouTube og þú horfir á hana, þá sérð alveg, þannig er hann ekki með neitt pening. Er hann í fullir lengd? Var þetta ekki bara eitthvað svona 65 minna mynd? Jú, það er bara til svona ófullkláruð útgáfa á YouTube. Já, sem nær kannski ekki upp í 90 mynd. Þannig að sérðu bara munin á því að hafa budget eins og Reservoir Dogs og ekki budget. Það er ekki hægt að dæma listamann í kvikmyndagerð. Sem fær engan pening? Nei. Nei, sammála. Að þið líka bara leikarannir og allt. Það munar allt, sko. En að því sögðu, ef við köllum bara Reservoir Dogs svona fyrstu mynd, eða sem sagt bara svona alvöru sem fyrir dreifingu, þá var þetta ógeðslega gott debut. Rosalegt, sko. Já. Manst eftir einhverjum svona í fljótu bragði? Hjá öðrum leikstjóra? Í fljótu fyrsta mynd sem þú varst bara eitthvað, wow. Af þeim sem voru að gera myndir þegar við erum svona vaks úr grasi, nei. Eða bara eitthvað Jú, Guy Ritchie, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. En hann er náttúrulega kemur í kjölfari að Tarantino og hann er að vinna með kabla og flækja tímalínuna. Þú veist, þeir voru allir að herma eftir honum, sko. Það var þetta geggjumynd. Það var ógeðslega góð mynd. Lock, Stock. Og það er fyrsta mynd svona leikstjóra. En Sixth Sense, er það fyrsta myndin af Sam Night? Já. Gerði það ekki eitthvað undan eitthvað svona svipað eins og My Best eitthvað Friends vetting eitthvað? Já, nei, ekki vetting. Það eiga allir náttúrulega einhvers konar svona tilraunir, sko. En er það að googla? Ég verði hindi býða þetta. Ég man að ekki... Nei, hann var búin að gera eitthvað undan Sixth Sense. En allavega... Jú, hann var búin að gera eitthvað undan. Já. En Sturlumynd. Töff. Eldist töff. En hvað finnst þú því núna hefur hann gert ekkert núna bara frá hann byrjaði að gera myndir. Hann hefur svolítið mikið tekið frá öðrum. Eins og ég var að googla á hann, ég myndi ekki hvað hann hét. City on Fire, Hong Kong mynd, frá 87. Það bara fjallar krimahóp sem er að finna út hver er the mole í eitthvað jewelry heist. Og þetta Mr. Blonde og eða svona litadóti, það er ekki eins og hans orginal, sko. Vissir það? Ég vissi ekki með Mr. Blonde og það, en ég vissi með hitt sem þú sagðir. Hvað finnst þér það? Að hann svona miskunnulegst taki úr. Það er náttúrulega auðveldara heldur en að þetta eitthvað alveg nýtt í hug og treyst á það, menn þess að þegar þú tekur eitthvað,
þá ert að taka af því það virkaði á þig og ef það virkaði á þig, þá virkaði á aðra þannig að þú veist að stöffið virkar þannig að þú ert að taka, þú veist ef þú hefur aldrei smakkað hamborgar áður og smakkar það eitthvað staðar, orðna hamborgarstað í Íslandi, en ég gerir mitt touch á það þú veist, það er auðveldari leið. En ger ekki flesti lista með það einhver leiti? Við erum, þú veist, þú ert alltaf standandi á öxlum þeirra sem undan þeirra komu. Það er bara staðrind og þú veist, ég meina ég horfði á miklu fleiri Paul Thomas Anderson myndir þegar ég var ungur áður en ég fór að horfa á Scorsese myndir og svo þegar ég horfði svo loks á svona gömlu Scorsese myndir og þá sé ég hvað Paul Thomas hefði tekið mikið frá Scorsese þessi hröðu kameru, púl og allt þetta og svona, já, ok og svo þú horfir á Kubrick myndir þá sérðu hvað hann hefur verið að taka og kolli, sko. Bara eðlilega. Já, þannig að menn alltaf að taka það sem þeir fíla en það skiptir í sjálfu sér ekki málið því að ef þú svo framilega þú hefur frá einhver að segja þú veist, þetta er bara tækni eða estetík eða eitthvað. En þannig að taka alveg basic söguna bara. Já, það er kannski svolítið svona svolítið gróft, að ég held sem margir sem vitið ekki. Eins og Inglourious Basterds er náttúrulega til í annar 70s útgáfu sem heitir Dirty Dozen með Lee Marvin. Það sem amerískir hermenn klæða sig upp í nasistabúning og fara að drepa nasista og þeir brenna það allan í. En ég sá aldrei Dirty Dozen, en var það ekki miklu meira svona, það er sem ég held að Bastards er meira, svona Men on a Mission? Jú, algjörlega. Það er 100% Men on a Mission. Já, en ekki Bastards. Það er alveg þess meira í henni. Nei, það er náttúrulega að kötta inn í Sosjenju-kaplan og það allt, sko. Já. Þannig að Dirty Dozen er svolítið vekkferð bastarðana, en svo bætir hann náttúrulega öðru í, sko. Eins og Sosjenju dæmið og bíóið og allt þetta, sko. Þannig að hann alveg tekur alveg lúmst mikið úr öðrum myndum, sko. En er eitthvað að því að þú getur... Nei, bara do it. Þetta er bara, þú veist... Þú getur sett þitt spinn á þetta... Þetta er bara pop art, þú veist, eins og Arrow eða eitthvað, skilur við. Já, einmitt. Ég er ekki sem finnst eitthvað aðeins, ég bara velta þessu fyrir mér hvort það drægi eitthvað myndina niður, eða þú veist þetta, skilur við. Ég er að pæla í því, sko, Tarantino er svona pop art listamaður, sem sagt, eins og hvað heitir hann Lichtenstein eða Arrow eða eitthvað svona, Tarantino er kvikmyndaútgáfan af þannig myndlistamönnum. Bara Andy Warhol og svona, hann tekur það sem er til púslar því saman hans fílingur, tónlist og eitthvað svona og þá verður eitthvað til sem er náttúrulega hans þú veist, ég meina bara eins og einhver uppfinning ég meina að það var enginn eins og fann upp bílinn komplett, það var búið að finna upp hjólið áður og svo er eitthvað til sem heitir gúmmi og svo kemur rút og dísel með díselvélina og eitthvað svona, þú veist, þannig að þú veist, þetta mannkynni býr alltaf til hluti úr því sem til er fyrir. Sko. Já, algjörlega. Þannig að, nei, ég meina, hann má stela eins mikið allstað frá, ég mæti alltaf og kaupi miða og býð spenntur, sko. Já, það er alveg rétt. Já. Ég er samlegar. Ok. Reservoir Dogs, hún var númer 5 hjá þér. Þá er komið að 4 hjá þér. Já. Ég ætla bara að segja það við erum þess að fá að réttir. Já. Bastards. Líka hjá mér. Hún númer 4 þér líka? Já. Ok. Brilliant mynd. Já. En ef ég segir af hverju, hún er ekki ofar hjá mér, þó hún sé alveg í 4. Já. Og þú kannski þetta að hlæja, ef þú hugsa með þér, það er svo lítil partur af myndinni. En það er Brad Pitt. Fannst þér hann óskrítin? Ég meik hann ekki í þessari mynd, sko. Minnst það bara ofleika. Já. Ég hef aldrei fílað Aldo Rain karakterinn út af hvernig Brad Pitt ákvaða að leika. En hvernig hann ákvaða að leika? Interessant, af því mér fannst það mjög skrítið því ég sá myndina fyrst, sko. En svo fór ég bara að fíla meira og meira, eins og mér fannst bara allt orðið þetta mítala dæmi svo fyndið og eitthvað svona, sko. En ég skil vel að það stingi stúf. Hann er með eitthvað svip allan tíma. Hann er með svona skúff. Já, svona... og hvernig hann talar og hvernig hann setur áherslur á orðið. Já. Ég var bara eitthvað, í hvað mynd ert þú að leika, kallinn? Já. Af því ég fíla Brad Pitt, veist það skemmtilega leikari. Já. Sumir getur sagt að hans landa er svolítið svona átur karakter. Já, hann er það. En Christoph Waltz fannst mér púlla það. Aha. Mér fannst þið Pitt góður í Bastards, myndur þú segja hann verið góður í henni? Já, hann er góð, þú veist, hann er að leika vel og hann óks hjá mér eftir nokkur áhorf, sko. En ég skil 100% að fólki finnst þetta stuðandi.
Þegar ég hef heyrt marga segja að þeim finnst hann geðveikur, en svo ég hef heyrt aðra segja svipað þú, sko. Kannski ekki alveg að hann eyðileggi myndina. Eða þess að hann eyðileggi ekki, hún rankar með 4 hjá mér. Já, nákvæmlega. En ég hugsa hún kæmist alveg í annarsæti ef að Pitt hefði ekki verið svona. Aha. Af því mér finnst það rosalega sterk mynd. Já. Og 2 hans bestu atriðum ever finnst mér vera í Bastards. Bestu atriði Tarantino myndum eru bæði í Bastards. Það eru 3 atriði sem ég hugsa alltaf Já. Sem besta sem hann hefur skrifað. Það er pottið bíóið. Nei. What? Það er byrjunaratriði í Bastards. Já. Og það er á Kráni. Já. Bara uppbyggingin í þessum atriðum. Hvað það eru spennandi. Þetta er svo vel gert. Það er þessi 2. Mér finnst þessi 2 bestu atriðin í myndir sem hann hefur leikstýrt. Já. Svo er eitt atrið í mynd sem hann hefur skrifað. Það er í True Romance. Já, Dennis Hooper sinna. Og Christopher Walken. Já. Það atrið er fucking crazy. Já, þetta er náttúrulega rosalega mónulegur með síkilegina. Það er líka bara hvernig það endar. Já, ég langt sér sást True Romance. Nei. Þú maður hvernig atriðið byrjar. Christopher Walken segir við Dennis Hopper, ég get séð þegar menn er að ljúga, af því hann er yfirherran. Hann spurði hvað Krista Slater svona sér. Svo kemur með hann monolog. Það sem hann er að tala bara ógisla hluti og að því að það er rasismi hann í honum og hvernig var ekki eitthvað svarti menn koma á nauðgu ítölskum konum, eitthvað, þetta var eitthvað svona viðbyrst að segja. Já. Að því hann að segja honum hvernig, Ítalir urðu til. Af hverju Ítalir eru með svona dökkt hár. Já, dökkt hár og brún augu. Og svolítið tannaðar og svona. Já. Og hann segir alltaf þessa ógistu sögu. Og svo endar hann að spyrja Christopher Walken. Og segði mér núna, þú veist, var ég að ljúga? Þannig að það er callback í hvernig hann byrjaði. Þegar Christopher Walken segir, þú veist, allt þetta, gæsóð. Já. Geðveikt atrið. Já. Hann er góður að skrifa monologa og þeir eru þarna í Bastard, sko. Hvað finnst þér svona ólógíkina í Bastard, eins og til dæmis Brad Pitt, það kapli númer 2 eftir introið er að hann stendur yfir Bastardunum og útskýra fyrir þeim að nú eru þeir að fara að drepa nasista og þeir þurfa hver og einn einast þeirra þarf að skila af sér 100 Scalps, já, sem er ekkert smá mikið. Það er mikið að drepa 100 manns, já. Já, hver og einn. Já. Og það er svona ekkert verið að útskýra, þú veist, hefur þetta eitthvað benefit í stríðinu, þú veist, þetta er suicide mission í rauninni og þú veist, þetta er ekki suicide mission að sinn, sko, ef okkur tekst þetta, þá björgum við helviti miklu. Þú veist, við björgum... Ég meina, þeir eru basic að gera það bara þess að gera það. Já. Og svo, þú veist, þegar við köttum í það sem þeir eru þannig með nazistan sem fær hafnaboltakilvun í hausinn og það allt, þar er Bastardir búin að drepa bönsa nazistum, taka 30 fanga, nazistanir liggja eins og, þú veist, hráðir út allt, en allir Bastardirnir á lífi og maður bara svona, hvernig fóruð þeir að þessu? Þú veist, enginn af þeim særður einu sinni. Já, fannst þetta var bara allt of ótrúverðust. Já, sko, annars vegar mótífið að fara út í þessa för, þú veist, er Brad Pitt einhvers konar psykopata general, þú veist, flá höfuleðrið af mönnum þegar þeir gætu kannski verið að nota krafta sína í einhverja raunverulegar orustur sem hafa einhverja þýðingu fyrir stríðið, sko. Veistu það? Ég hef aldrei pælt í þessu. Já, ok. En mann er... Mér finnst bara geggjað að voru að drepa nast. Já, einmitt, það var náttúrulega klikka. En ok, fyrst þú pældir ekki í því, þá er það ekki búið að skemma fyrir þér. Nei, það skemmdi aldrei fyrir mér. Og skemmdi heldur ekkert fyrir mér, þannig, sko. En þetta er náttúrulega... Skúfan og Brad Pitt skemmdi meira fyrir mér. Já. Og rosa skúfar, sko. Rosa skúfar. En eins og ég sagði því áðan, sko, að þannig eru við komin í seinni hlutan á hans karrír og þú sérð leikhúsið í öllum leik. Já. Og óraunveruleg heitin eins og mótífið hjá Bastarunum eða þeir eru alltaf búin að salla niður bönsa nasistum án þess að neitt særðist eða þegar Hugo Stiglitz er í fangelsinu svo bara mæta Bastarunir, skjóta einhverja gæja á ganginum og frelsan. Og maður svona, þetta er þriðja ríkið. Og þetta er samt alveg mjög góð punktur. Já, og þeir bara valsa þannig og þú veist gera það sem er hendar án þess að fá þessi skrámu. Já. Hitler alveg snældi vittlus upp í kastala og eitthvað, sko. En eins og Hitler hegða sér er náttúrulega mjög svona komíst. Já. Og hvernig Bastarana hegða sér er komíst.
Þannig að auðvitað ámar ekkert að vera að henda inn einhverjum lógísku mótífum. Fattarðu? Maður á kannski bara leyfa þessu að vera, þú veist, fáránlegt. Líka því að hans myndir alltaf oftast, alltaf þessar seinni myndir. Þetta ekkert raunverulegt. Og ég meina, hann drepur Hitler í myndinum og Hitler dó ekki svona. Já. Þannig að hann einhvern veginn, hjá mér alltaf, hann fær alveg leyfið til þess að Klálega. Þetta bíómyndar raunverulegi. Já, mitt, já. Ekki raunverulegi. Já. Þannig að það alveg rétt hjá þér mitt að ef þú pælir þessu þannig, þá meikar þetta ekki neitt sens, sko. En þá getur maður hugsað með svo Kill Bill, það ekki neitt í henni sem meikar sens. Nei. Basically ekki. Það bara svo teiknumynd. Sko það sem, ég hef oft verið að pæla í svona bíómyndalógík, það sem meikar sens í Kill Bill mótífið. Hennar hvati að fara stað í þessa hendarför. Já, þú tala að fyrir bastarana. Þú veist, af hverju þeir að þessu? Þeir eru bara sendir þetta mission. Er það ekki nóg mótíf fyrir þig? Já, að þetta eru hermenn sem bara að fara eftir skipunum. En hvers konar mission þetta? Þeir eru bara að gera eitthvað. Já, þetta er svona, einmitt, þeir geta alveg verið bara með spraybrús og að gera veggjakrót, að stríða nasistum eða eitthvað, eða þú veist, ef að plan að fokka í nasistum, þá var náttúrulega fokkar þetta hressilega í þeim, sko. Já, en var það ekki basic bara planið? Jú. Þeir áttu bara að vera skærulegar. Jú. Og Hitler hoppa upp hér og þar. Já, og Hitler verður náttúrulega brjálaður, en síðan náttúrulega í seinni hlutunum, þá er verkefni, þá meikar það mjög mikið sens. Já. Að það er að sprengja bíóið og þá drepa þeir alla gæjana og mögulega enda stríðið. Já. Ef þetta mission text, hvort sem við deginstrákar eða ekki, þá björgum við öllum heiminum. Já. Þú ert að tala basically þarna meika þetta sens fyrir því. Já, og svona mótíflega séð, sko. Já, en þarna var komin eitthvað svona, það var eitthvað verkefni. Já. Af því að það er rétt hér, í byrjunni þá var þetta meira bara svona, strákar drefum bara næsta bara til að drepa á. Já. Og gera bara einhver staðar og einhvern veginn. Og það ekki nóg að drepa á, við þurfum að fláa þeim höfulegrið. En voru ekki alveg aðri í myndina sem við fáum að sjá þá skera af höfulegrið? Jú. Þú veist, þið stóðlega við það? Jú, það er alveg gert, sko. Og það er alltaf sem tjúlar Hitler ennþá meira, sko. En þetta komík, þú sér hvernig Hitler túlkaður, sér hvernig Goebbels túlkaður og svona. Já. Þetta grín, sko. En hvernig fannst þér að heyra dialógi hans Tarantino á öðru tungumál? Mér finnst það geðveikt. Mér finnst það klikkað. Sko... Það var áhugavert. Já, á frönsku, þýsku, ítölsku, það var ógeðslega gaman, sko. Já, það var mjög skemmtilegt. Og það einhvern veginn virkaði ekki, ég veit ekki hvort maður getur sagt virkaði betur, en þannig að náttúrulega eru konni hans seinni hluta hans karriér þar sem díalógið meira leikhús og það felur það aðeins meira á öðru tungumáli. Já, í sammálaðir. Þannig að, já, en síðan, þú veist, ég veit ekki hvort þú veist það, en hann skrifaði þessa að byrja henni á undan Kill Bill, en hún verður svo stór að þetta var bara orðin, þú veist, bara 10 þáttar míniserja og hann hefur sagt, ef hann væri að skrifa Bastarinn í dag, þá þetta 10 þáttar míniserja. Veistu hver það var sem fekk þetta að gera bíómynd en ekki að fara með þetta í sjónvarp? Það var frægur leikstjóri. Ég er búin að gleyma því. Luc Besson. Já, alveg rétt. Hann sagði bara, þeir fóru að borða saman eða eitthvað. Já, akkurat. Og hann var eitthvað að tala um þessa hugmynd. Hann sagði bara, Quentin, myndina þínar, ég elska að fara þær í bíó, þú þurfum fleiri góða bíómyndir, þú verður að gera þessa bíómynd. Já. Þú átt heim í bíóinu. Já. Myndi þetta vera eitthvað svo leiðis. Já, þeir eru bara út að borða kvöldmat, sko. Það er mjög gott, sko. Og eins og til dæmis Sosjanna í orginaldraftinu, þá var hún rosalega mikið að, þú veist, félags út allt og skera nasist á háls og eitthvað svona. En síðan þegar kemur aftur að handritinu eftir Kill Bill, þá svona, nei, ég ætla að taka þetta element frá henni, en þess að þetta var svolítið Beatrice Kiddo í Kill Bill. Að fara allt að slátra gaurum í hnífum og sverðum og svona. Já. Þannig að hann gefur svo sönnu miklu meira svona grounded hlutverk í sögunni. En á meðan Bastarinn fullnægja meira þessu hlutverki að fara út allt að dreipa nasista. Þannig að maður sér alveg að þessi Tarantino langaði að gera með þessari mynd var að senda karaktera af stað til að dreipa nasista. Það er ekki einn orusta sem þarf að vinna eitthvað, við viljum bara stúta nasistum. Og við líka bara í bíónu, við erum alveg bara svona, yes. Já. Það eru bestu vondukallinir. Það hata allir nasista, skilur. Já. Eðlilega. Já. Þegar þeir eru vondukallir í einhver bíómyndum, þá er það bara sjálfkrafa og viltu sjá það drefna. Já. Þannig að þetta var svona áhugavert líka hvernig tók alvöru sögu
það er seinni heimstyrjun gerðist og sett svolítið sitt spinn á það. Já, algjörlega. Eins og með bara hvernig hann dreipur Hitler. Já. Því maður því sá hann í bíó, ég var bara eitthvað, hann fór þangað. Já. Og þannig var hann næstu búin að, ekki skrifa svo út í hot, þetta var seint kvöld þegar hann var að skrifa þetta og hann komin að þessu stað þar sem Hitler í salnum, bastarnir eru mættir með vélbyssu og hann bara, fuck, hvað ég að gera við Hitler? Ég búin að heyra þessu. Og hann bara skrifaði bara, fucking kill him og bara fer að sofa. En síðan daginn eftir, og það var svona svolítið bara svona joke, sko, en síðan það kemur að handritinu daginn eftir, það var bara, ok, þetta actually svolítið sniðið, því bastarðanir veit ekkert hvernig stríðið endar. Þeir eru karakterar í mínum heimi. Já. Mér finnst þetta svolítið interessant að hann búin að skrifa sig á stað þar sem söguleg lógík passar ekki lengur. Nei. Þannig að hann bara hendir á blaðið, þeir bara drepa hann. Og hann líka ekki gera heimildamynd, sko. Nei, einmitt. Þannig að þetta finnst mér svo interessant að, að því hann outlinar ekki sögunar sínar, hann skrifar þær senu fyrir senu. Hann vill ekki vita hver örlög karakter að verða. Þannig að ef andinn kemur yfir hann, einhver skotin í hausinn, þá bara gerist það á pappinum. Á meðan margir, og þetta bara kent í handritafræðum og kent í kvikmyndaskólum og svo framvegis, að þú eigir svolítið að outlæna myndina, af hverju þessi hér og þarna og hvað þýðir það og bla bla bla. Mér var ekki kent það. Ok. Mér var ekki kent þess að tala þínu skoðar. Aha. Já, ástæðan fyrir því, ég fór á svona námskeið til New York, ástæðan fyrir því, og fyrst fattaði ekki okkur það make a sense. Það make a sense, og ég hef prófað að skrifa sjálfur. Ef þú gerir þetta svo leiðis, þú outlænar ekki, þá ertu kannski að finna einhverja gullmála sem karakternir hjálpar að finna, sem myndir ekki finna út outlæni, af því að ef þú outlænar, þá það oft þannig að ég hef líka prófað það, þú ert búin að boxa það inni. Já, algjörlega. Og það svo erfitt fyrir að leyfa karakterinn út fyrir boxið ef þú ert búin að outlæna. Skilur, þannig ég skil taktíkina, en það ógeðslega ókveikjandi. Þegar maður situr fyrir svona tölvu, það bara blikkar bendillinn. Hvað næst, skilur þú ert ekkert með outlæna, þú ert bara að prófa að skrifa. En ég aðhyllist þessa stefnu frekar, sko. Já, og sko, ég hef prófað bæði. Hvað fílar þú? Sko, ég byrja alltaf að brainstorma senunar eða hugmyndina. Þú veist, yfirleitt ég búin að ákveða, þetta hrollvekja, þetta sci-fi, þetta eða hitt, sko. Og njörfa svolítið niður, þú veist, sub-sjanrað innan sjanrans og þú veist, bara basically hvernig mynd langar mig að sjá. Já. Þú veist, stundir langar mig bara að vera í Karabíhafinu, í svona Miami Vice eða eitthvað. Stundir langar mig að vera annar í plánundu og það yfirleitt svona byrjunin, sko. Bara hvað langar mig? Síðan fer að verða til einhverju karakter að þú ert að brainstorma á þessum layer sem sjanrað og þá vaksa karakter og einhver markmið þeirra og gallar og kostir og eitthvað svona og eftir svona nokkra mánuði í þessari vinnu þá átlæna ég en ég veit að það mun hvort breytast því ég vil ekki leggja hömlur á mig þegar andinn kemur yfir mig. Já, þú nærð því alveg þá. Þú getur farið út fyrir átlæna. Já. Ef að einhver bara tilfinningin í senunni nei, þessi verður að lifa af því hann orðin það áhugaverður þá bara lifir hann, þó hann dó á þessum stað í átlæninu þannig að, en sumir hrætti við að átlæna við haldandi það að þeir munum bara læsast inn í því blúprenti en þú veist, þetta náttúrulega bara allt spurning bara þú að kynnast sjálfið þér og koma upp með verklag sem skilar bestu niðurstu fyrir þig, sko. En það alveg hættulegt að skrifa náttúrulega bara page eftir page eftir page, en ég held samt að það sem ég tekið eftir að átlænið heldur sér nokkurn veginn upp á miðju, svo breytist allt. Eins og nýja sagan sem ég að skrifa núna, sem by the way hrollvekja, þar var ég með svona grófa uppbyggingu, átlæn, en síðan fyrir eitthvað að gerast í miðjunni sem verður mjög interessant og það stressar. Þannig að alla senunar sem ég var búin að brainstorma á og var með í átlínunu, það eru bara ekki til lengur. Að því sagan fór bara í aðra átt. Já. Þannig að, og Tarantino talaði sjálfur, hann veit alveg hvað gerist í miðjunni á Django, hann veit alveg hvernig Django cirka byrjar, en hann veit ekkert hvað gerist eftir miðju. Og ég tengi við þessa nálgun á listformið, sko. En mér varst áhört líka því að gæinn sem var að kenna mér, hann með talað sko að skrifa handrit, þetta art og kraft. En fyrsta draftið, þá bara snúst art. Já, algjörlega. Að það sumir, ég þekkja persóna, það sumir sem virðast að reyna, ég verð bara að gera draft eitt verður gott.
Já. Nú ætlum ég bara sko draft 1 eitthvað. Draft 1, fyrsta draft alltaf drast. Já, einmitt. Þú veist að segja það allir og þú segja allir bara writing is a rewriting. Þú veist bara endurskrifa þetta. Þannig af hverju ekki að leyfa sem bara alveg frjáls í fyrsta draftinu. Algjörlega. Að því síðan seinna mér í næstu draftum, þá kemur kraftið. Já. Þá getur farið með það að dítela og struktúra betur og þétta og svona. En já, ég veist áhverst að hann gerir þetta svona. Já. Hann fyrir svolítið svona, leyfir svolítið karakterunum að fara með sér ferðalag. Já, akkurat. Og hann skrifaði alltaf á kaffihúsum fyrst. Ungu maður, hann skrifaði Pulp Fiction í Amsterdam, það sést náttúrulega á Pulp Fiction. Vincent var í Amsterdam og svona, og Tarantino eignast fyrst að skipti pening á sinni ævi eftir Reservoir Dogs. Þannig að þá leyfði hann sér að fara út fyrir Kaliforníu og fyrir til Evrópu. Og hann skrifar á kaffihúsum fyrstu myndina sína, síðan náttúrulega verður hann ríkur og eignast hús í Hollywood Hills. Og þá hann skrifandi svona til seinni part dags og svo fer hann í sundlegina sína og slakar á og þar punktar hann niður hjá sér á blað á bakkanum, sko, bara svona hvað langar mér að tækla á morgun. Þannig að þannig hefur það breyst hjá honum, sko, bara settingið, hvernig hann skrifar. En já, Bastards, geggja senur í henni, David Bowie sinnan, montasið, þegar hún að klæða sig í fötinu og varalita sig og kemur síðan fram í salin og sér alla háttsettu nasistana, geðveikt. Það uppáhaldsinnan mín. Finnst þetta betur sen en fyrsta? Í dag, já. Mér fannst fyrsta sen best. Já, það bara fílingurinn í henni, sko. Geðveikt, sko. Áhugavert. Og já, bara overall ógeðslega skemmtileg mynd. Því ég fór á hann í bíó og smá vonbrigði því ég held þetta yrði meira einhverju bastardar að drepa nasista, sko. Ég held það líka. Og það komur óvart. Og fólk talaði mitt það. Og ég meina titillin bara gefur einhvern til kynna. En þú horfir á myndinni seinna skiptið, þá náttúrulega búið að taka út þessa vendingar og þú ert bara að hanga með karakterunum. Já. Og þá hún frábær. Og ég, bara margir vinir mínir segja að þeir horfa á Inglourious Bastards aftur og geta alltaf orðið á hana, sko. Þetta uppáhaldsmyndir, svona Tarantino mynd hjá mörgum aðdæmdum. Já, mjög mörgum. Og ég man bara, þú veist, bróðir minn og góður félagi minn og fleiri, þeir fílaði hann ekki einu sinni fyrst þeir sá hana, en elsku hana svo í annað skiptið. Það svolítið magnað. Já, ég meina, en það var spurning að þeir heldur þetta var öðru sem mynd. Já. Af því hann sagði líka sjálfur. Þetta svona mean men on a mission mynd. Já. En hún var samt ekki alveg þannig. Hann kallar þetta Benzo Guys on a mission. Já. Já. Guns of the Navarone og Dirty Dozen. Where Eagles Stare með Clint Eastwood. Já, hann neymdar bara það mitt. Já. En svo það var ekki aðeins meira kjöt á beinunum, heldur en maður kannski hélt, skilur þetta, var svona meira inn í... Jú, og það náttúrulega verður þá bara miklu betra fyrir endurahorf. Af því það meira kjöt á beinunum. Algjörlega. Og bara eins og segju sem við tölum á hann, samtölin eru svo hlaðin. Þú veist, það kannski verið að borða einhverja rjómabollur og það hérna að tendla krem og hún þarf að bíða eftir að fá einhverja rjómaslettu á kökuna og svo er verið að borða og spjalla og hann bara, heyrðu, það var eitt sem vildi spyrja og starir á hana. Nei, ég gleymdi og dreipir í sígarettinni og maður svona, veit hann að þetta er Sosjana Dreyfus? Af því að það er eitt sem ég vildi spyrja og myndan segja þetta að landa gleymiringu. Nei, og er ógeðslega klár. Þannig að hann er að fokki henni. En þegar hann er mögulega líka búin að plana þarna að gefa sig fram og koma öllum hínum fyrir kattanef. Þannig að hann er kannski búin átt að sjá því, stríðið er tapað. Þannig að hann er ekkert að áta svo senju yfir þessu rjómabólið hana. Ég veit ekki, þú veist. En hvernig fannst þér að því hann enda myndina, sem Tarantino, á því að Brad Pitt segir I think this might just be my masterpiece. Einmitt. Hvað finnst þér það? Að Tarantino, já, ég held að hann sé að segja okkur áhörundum að hans upplifun á þessari mynd sé hans besta mynd. Er þetta svona too on the nose? Nei, er þetta af því að í fyrsta skipti því ég horfði á myndina, þá var ég bara að horfa á Aldo segja þetta. Það var ekki fyrir en bara í þessu áhorfi. Svo fyrst högst á þannig. Tarantino segja þetta sé mögulega hans masterpiece. Ég tólka alltaf þannig. Já. Líka fyrst í svona. Vá hvað það er fyndið. Ég var svona algjörlega sokkin inn í myndina, sko. Að ég fattaði ekki að það væri maður á bakvið einmitt að... Nei, ég skilji. En, já, frekar góð mynd. Myndirðu kalla hana masterpiece? Já, sko, það er... Að hækkaði tínin hjá það, bara... Já, einmitt. Jú, ég menn, þetta er ógeðslega góð mynd. Ógeðslega góð. En
þú veist, í einhver svona 10 dálka masterpiece, þá kannski þyrfti hún að vera aðeins að varamannabekknum, sko. Hversu langt er hún frá nummer 1 hjá þér? Þá er ég að tala ég veit hún í 4. seti, en Já, ég er já. að tala svona gæðalega sér. Hún alveg, þú veist, hún alveg er í helfurunum, sko. Hún er ekki séns í nummer 1 hjá mér, sko. Nei, ok, sko, Og bara þér að segja, mér finnst þetta geggjumynd, Já. hún er ekki séns í fyrsta. sko, númer 1 hjá mér er það í miklu uppáhaldi að það eru eiginlega engar aðra myndir í heiminum sem toppana. Ok. Þannig að við verðum Höldum áfram, Já, höldum áfram. já, Búin með Bastards. já. Ok, nummer 3, nei, byrju, varst þú búin með nummer 4? Já, það var bara Já, við erum Já, við erum saman hana, sko. Saman hana. Já. Nummer 3 hjá mér, Reservoir Dogs, hvað er þér? Jackie Brown. Jackie Brown, Við erum búin með hana. búin með hana og hún búin með Reservoir Dogs. Jackie Brown hækkaði hjá mér í endurhorfi. Já, hún fór alveg upp í 3. stig. Já, bara feelingurinn, músíkin, ég elska músíkin, ég elska Pam Grier, ég elska alla karakterana, þú veist, Ordell, Max Cherry, Surfer Girl, Algjörlega. það er bara, ég var svona, og hún er 2,5 tími, Jackie Brown, hún er hangout-mynd, hann vildi gera hangout-mynd, Þetta er alltaf skemmtileg hengum minn. já, og ég var bara svona, þegar hún var búin, hann daginn, ég bara svona, er hún búin? Hún hafði alltaf verið svolítið hæg hjá mér, og þess vegna var hún svolítið neðarlega. En svo sástu Hollywood og, nei, er þetta... Já, þú veist, ég veit ekki, bara, að kannski breytist eitthvað þegar þú horfir þær, þú veist, bara eina Tarantino mynd á dag, þá færðu bara svona heildar samhengi og það bara gerðist eitthvað í Jackie þessu áhorfi. Það mikið að hún bara skust upp. Upp í 3. stig. Já. En þá erum við með sömu 2 eftir, Ó, já. og það er spurning hvort þú röngar eins. Ok, hvað er með það? Hvað er... Ég held að þú Segðu bara hvað er nummer 1 hér, ef ekki gera það, viltu taka töruna? Já, Viltu koma með nummer 1? já, má ég giska þér? Já. Kill Bill. Nei, Ah. Perfection nummer 1 sem er. Já, ég sagði Kill Bill nummer 2, ég var að skjóta. Æ, sorry! Já, já. Sorry! Já, Ég ætla að giska nummer 1. Þannig hef ég miskilið þig kannski. Já, Kill Bill er í öðru stimur. Hún er þess að mér líka og við erum báðið með Pulp í fyrsta Já. þá. Vá, þá erum við þá með sömu toppa og sömu botna. Sko, nei, Nei, þú sem Hateful Eight, já. já. En við erum með sama topp og sama botn. Hljóma núna eins og við sem að tala um eitthvað allt annað en En bíómyndir. svo erum við alltaf sömu 4. stig, sömu 7. Þetta er nú mjög svipaði listar. Já. Ok, Kill Bill og Pulp Fiction. Það er einu myndina sem er eftir. Já. Kill Bill, ok. Og byrjuðu að Kill Bill. Oh my god, því fór hann í bíó því ég var 18 ára. Mér finnst þetta masterpiece. Já, ég sá hann í Smára bíó, sal 1, 18 ára gamall. Ég bara misti vitið. Einn skemmtilegt að bíða fyrir aðverja mér. Ég fór hana 2 og ég bara færi 2 sinnum og mynd 2. Alla myndir sem ég sé í bíó hefur sé einu sinni. Já, aha. Já, bara einhvern veginn, þú veist, búandi á stað þar sem er ekki einu sinni bíó í bænum, þannig að þetta er svolítið erfiðara fyrir mig, sko. Einmitt. En þú veist, maður bjóði Reykjavík og háskóla árónum og allt þetta, sko. En einhvern veginn, ég vill alltaf gefa myndum breiðir. Ég vill ekki alveg blóður runga þessu strax, þó ég sé spenntur, sko. En ég bara gati ekki setið á mig með Kill Bill, þannig að því ég þetta var einhver, þú veist, hvað kallast þetta í menntaskóla, vetrarhelgi, svona lönghelgi einhver, fer ég söður og sé Kill Bill og ég bara trillist og ég man þegar ég kem út úr bíónu, ég fer að senda öllu vini minni, þið verðið að sjá þessa mynd, bara Tarantino, bara þarna er maðurinn kominn á levelur og líka við farin að senda kunningi mínum sem ég var ekkert í SMS-sambandi við, þannig að hún ekkert social media og eitthvað svona, þannig fór ég bara í innblástuskast, ég var bara ölvaður af hrifningu og ég get ímyndað með einhverjir svona félagar, kannski ekki vinur að fá eitthvað SMS frá mér, bara hvað Snævar að senda mér og er hann eitthvað rugglar, segir mér að fara einhverja mynd í bíó, ég bara misti mig, sko. Og það sem ég fannst svo cool var bara stíllinn, þú veist, maður hafði ekki séð svona áður. Ég var kung fu aðdáandi þegar ég var krakki, ég horfði á svona kínverskar kung fu myndir á spólu, síðan elskaði ég Bruce Lee og Dragon við störu og Bruce Lee með Brandon Lee. Nei, hérna, Jason Scott Lee fyrir ekki, þetta er allir Brandon Lee ekki pappa sinn, en hérna fannst hún alveg geggjuð og mér langi alltaf að læra kung fu en bardaglistur voru ekkert í boði í Bolungavík, skilur, það bara fótbolti og sund eða eitthvað og ég veit það ekki, bara þetta allt einhvern veginn og kötta síðan í japanska teiknimyndan í miðinni Orenisi-kablin og stílinn og því og tónlistin og geggja soundtrack en líka tónlistin hjá RZA hérna Wu-Tang Clan já, hún er geðvig bara nokkur frumsaminn trökk
eins og þegar, náttúrulega þegar gengilappar sem ógeðslega mikið notað núna, það notaði í tíma Amerika og allt það. Var þetta ekki frumsami fyrir Kill Bill? Jú, og ég held líka þegar Crazy 88 eru konir í kringum hana og hún með hann og sköllótti gæði með grímuna, hann heldur á svona löngu bambuspriki sem þá náttúrulega eggvot og þá byrjar einhver svona mjög cool lag og kameran fer svona upp á hana og upp á hana og þú veist, ég var bara að fara yfir stílbrögðum. Ég líka, að fólk verður líka átt að svo því að, kannski aðalega fyrir þá sem hlustur sem eru kannski aðeins yngri en við, þannig að það voru 6 ára milli mynda hjá hún. Hann gerir Jackie bara 97 hann gerir sinni ekki næst, er þetta ekki lengsta bil hjá hún? Svo gerir hann ekki fyrir Kill Bill fyrir 2003 og maður bara 6 ár. Og maður bara, hvað varði kallinn? Já, að því hann gerir Reservoir Dogs 92 Pulp Fiction 94 bara 2 ár, svo gerir Jackie Brown 3 ár, svo 6 ár og ég man, bara sem aðdándi maður var alveg bara halló, hvað er að fara að koma og ég man ekki hugsa þetta á þeim tíma shit, næsta myndans verður flopp þetta verður eitthvað drast því að hann er búin alltaf lengi frá. Já, og ég man líka þegar titillinn var birtur þú veist, þá var náttúrulega interneti ekkert í sama gír og það í dag. Nei. Maður fór upp í tölvustofu í menntaskóla þú veist, til að fara á kvikmyndi.is eða eitthvað, en annars var interneti ekkert hluti af lífinu þínu. Ekki svona eins og í dag. Nei, en manns svona gluggi inn í kvikmyndir var þá kannski svo Moggin eða miðbyrd Mánarins eða eitthvað slíkt og þá var tilkynnt nýjan titil á næstu Tarantino mynd og það var Kill Bill og ég bara, hvaða rimna grín er þetta? Þetta var brilljant. Já, en svo var það brilljant sko, en ég var smá smeykur. Já, eða? Já. Að þau var heilt titilin? Ég bara las með titilin og það var ekkert mynda úmu í Bruce Lee-galanum eða eitthvað svona. Nei. Það var bara eitthvað Kill Bill en næsta mynd Tarantino. Eða Bana Bill. Já, með Bana Bill og ég er svona, hvaða... Þú veist, ég var stressaður eins og þú, sko, verður þetta flopp? En það var ekki, og svo líka, það er alltaf eitt, sko. 2003 er alltaf árið þegar Matrix-mynda kom út, framhaldin. Já, Reloaded og Revolution. Já, og sérstaklega Reloaded, það var svo geðveikt mikil eftirvænting. Ég held að fólk fatti ekki hversu mikil eftirvænting var fyrir Reloaded. Já. Því ég var að segja við félagið mína, Neo, getur flogið í Reloaded og þeir bara ok. Og það vildi allir fá að sjá framhaldið af fyrstu Matrix. Pointið mitt að þegar hún kemur út, sérstaklega Reloaded, skyggir á bara svolítið mikið einhvern veginn. Já. En svo kemur Kill Bill, þannig Tarantino var með mynd á þessu ári, eða þess að því ári. Ég gleymi ekki að sjá hann í bíó. Ég hef sjaldan skemmt mér jafnvel. Mér fannst hún trufluð og mér finnst hún ennþá geðveik. Já. Og við erum kannski aðalega þannig fyrstu. Já, en ég meina því ég horfði hana núna aftur, kannski 3 ár síðan sá hana seinast. Já. Og ég felldi tár á einu stað yfir því hvað það var frábær kvikmynd að gera. Hvað var það? Ég man ekki alveg hvar ég var. Ég var bara í transi. Ég var ekki alveg komin aftur í 18 ára Snævar í Smárabíó. En þér finnst hún eldast vel? Já. Þessan er hún í öðru sæti. Ég var bara, wow, hún er ennþá geðveik og bara, þú veist, Lady Snowblood senan í lokin. Þú veist, ógeðslega flott og eins og þegar Lucy Liu fer úr skónum og byrjar að labba á snjónum, bara einhver svona litli dítilar eru geðveikir, sko. Og Uma Thurman er rosaleg í þessu mynd. Mér finnst hún aldrei að toppa sig. Mér finnst hún toppa sig í Kill Bill. Já, og líka leikara sko, yfir heilan karýr. Hvenær færðu, þú veist, ef þú færð svona hlutverk eins og þetta, svona rosaleg hetja en samt komplex, þú veist, hún er ekkert að bjarga henni, hún er að drepa fólk. En samt höldum við með henni að því að þú veist, við skiljum okkur hún að gera það sem hún er að gera. Mótífið er mjög við tengjum og leikar fá ekkert oft svona rullu til að túlka og hún gerir það vel. Hún er bara að gera það vel, jú, hún færi upp í hendunar eða sérst upp í hendunar, hún færi hann karakter, hún hefði alveg geta klikkað innan gæsalappa en mér finnst hún bara að vera sko ég set hana, Beatrice Kiddo sko ég setja hana við hliðina á Ripley og Sarah Connor. Já, allan daginn.
skilur allan daginn. og svo Furiosa setna í Mad Max Fury Road með Charlize Theron. Svona iconic bad motherfucker konur. Mér finnst nú það sterk í Kill Bill. Og hún er að vera töff í sverðabardugum, dialogsenum, atrið þegar hún með dóttur sinni, þegar hún með Bill, þetta bara, gæsóð. Mér langar að horfa Kill Bill núna. Já, sko, ég veit ekki hvort ég eitthvað furðulega innréttaður, ég hef aldrei verið einhvern veginn að nálgast bíómyndir í þessu kalla og konu leik og ég pældi ekkert í því eins og nú væri kona þegar ég horfði á Kill Bill, þetta var bara manneskja á vengeance spree og ég meina, þú veist þetta, mér að vefjast tunga tennina, ég er orðin svo æstur að tala þetta, sko. Sko, hún geðveik í myndinni, David Carradine, hann sést náttúrulega aldrei í andliti á honum í myndinni og mér fannst það svo brilljant og þannig að eftirvæntingin eftir 2 var náttúrulega þá alveg þvílík, en röddin í David Carradine þegar hann hringi í L-Driver, þú veist, við getum ekki gert henni þetta, þú veist, að drepa hana bara þegar hún er sofandi. Hann bara fikkt eitthvað í sverðinu sínu? Já, ég myndi við sjáum bara sverðið og ég bara, hvaða dúti er þetta? Eða þú veist, hvernig lítur hann út og eitthvað svona. Og síðan auka karakterinir, þeir eru allir mjög húmóriskir en þeir fara ekki over the top eins og gerpinn á sjúkrahúsinu með vasinlutóllinu og það allt, löggukallinn sem kemur í kirkjuna og hérna Michael Parks, þú veist, náttúrulega með 10 sólgleru þannig á hérna mælaborðinu og eitthvað svona. En náttúrulega Deadly Viper Assassination Squad, Michael Madsen, Lucy Liu, Daryl Hannah, Rebecca Fox. Já, þau eru öll geggjuð. Og líka, bara einmitt á stíllinn, þegar hún er að tala þau, þá eru leikararnir horfandi í kameruna og það er ekki verið að freeze-frama, þau eru bara að horfa meðan hún er að tala í voice-over. En við dveljum bara á þeim þar sem þau eru að horfa í kameru. Og ég var bara, wow, þetta er geggja. Það er svo margt, svona mörg svona stílbröð sem eru svo skemmtileg. Og svo kemur náttúrulega showdownið. Þarna líka sanna, hann sýndi það, hann getur líka leikstið hasar. Já. Það er hægar sagt en gert. Já. En hann er fucking góður hasarleikstur. Já, og ég bara svona velti fyrir mér, þannig ég bara, hvernig fór hann að gera þetta? En þetta tók margar vikur. Já, hann er líka með, sko, hann heitir Yoon Woo Ping, sem var fight choreographer fyrir Matrix, margar af Jet Li myndum, bara legend þessu gaur. Hann choreografar mikið af þessu í lokaðrinu. Þetta þarftu bardagasnilling til að koreografa eitthvað svona því að Tarantino kann ekkert kung fu, sko. En hann víst koreografaði mikið af svolítið svona hasa-senunum sjálfur. Hann er búin að sjá svo marga myndir. Já, og hann er náttúrulega að taka þá það sem hún finnst flottur á öðrum myndum, miksaði svolítið saman, en hann sagði daginn að svo sena í Kill Bill sem hann er stoltastur af eiginlega, er þegar hún er að slagst við Go-Go. Með þessa gatta-kúlu. Hann sagði þegar ég sé þessa senu sjálfur er að skipta á milli stöðva í sjónvarpinu eða eitthvað, hann er alltaf stjarfur og horfa á hana því hann bara dettur inn í senuna. Er hann að tala bara því hvernig hún er klift saman sena, hvernig hún er skotin? Já, bara hvernig honum finnst sena svo vel gerð þó hann sé sjálfur frá. Þannig hann getur alveg minnst á að hann hefði vilja gera aðra hluti betur og eitthvað svona, en hann er svo ánægð með þessa senu hjá sjálfur sér, sko. Og ég skil það vel, það er alveg geggja segment inn í þessari stóru senu, sko. En já, annað sem hann langar að minnast á, það er skemmtilegt bara, þannig er hann að vinna með kaplana, enn á ný, og ég veit ekki hvort ég hafi kommentað það, það er kannski svona frekar basic fléttur, við erum ekki að sjá senuna frá mismunandi sjónarhornum, heldur erum náttúrulega bara að fara aftur í tíma, eins og í endan á Jackie, þá fáum við fyrst point of view hans, fyrst fáum við Jackie point of view í þessu money exchange trade þannig. Já, í Jackie Brown. Já, síðan köttum við, þú veist, að Lewis og Bridget Fonda er að koma, fáum við þeirra point of view, svo fáum við point of view hjá Max Cherry, þetta er allt svona sami atburður, sé frá mörgum augum, en þarna erum við ekkert í því, en við erum samt í köflum, sko, og svo fer hann aftur í tíman og fram í tíman, eins og til dæmis, það er smá svona mind-bending að sjótanið í House of the Blue Leaves í lokin. Það búið að stróka yfir hann í fyrsta aðrinu, var það ekki? Já, ég meina það gerist á undan að hún fer til Vivica Fox. Já. Að því með minnir í flugulni, sést ekki þegar hún strikar yfir
verður nýtu grín, þá er búið að streika yfir Oren Ishii. Já. Þannig að, þú veist, það er svona skrítið að hugsa til þess að því, þú veist, þú horfir á myndina, þá náttúrulega hún fyrst að drepa Vivica Fox. En þú horfir náttúrulega aftur, þá veistu hvernig rauðin og þá er svo skrítið að horfa á fyrstu sinni, en vitandi það, hún er búin að drepa 500 manns. En það er svona svo brilliant, af því að það meikaði sens í myndinni að hún fyrir fyrstur Oren Ishii, hún segir það. Fyrsta síðan mynd dætti var Oren Ishii, að það var auðvitað að finna hana. En það er svo brilliant að Tarantino enda því, það er klæmaksið. Já, einmitt. Þú byrjar ekkert á því atriði í mynd og svo endar á einhverju Vivica Fox fistfight í einhverju húsi. Já, hvað ætlar að gera eftir þetta House of Blue Leaves? En að því sögðu, þarna náttúrulega segway inn í Wall 2. Þetta átti náttúrulega bara að vera ein mynd. Þannig að klæmaksið í House of the Blue Leaves er bara í miðjun á myndinni. En hún hefði samt alltaf öðruvísi. Það er svo massúrt klift úr. Ég er ekki að segja House of Leaves. House of Blue Leaves. Ég er ekki að segja það að það hefur öðruvísi, en eins og hann sagði sjálfur, af því að þeir splittu sér í 2, þá var Weinstein sem komið þá hugmynd. Þá fengið við anime-kablan. Það hefur verið klift út, til dæmis. Skilurðu? Af því hann hefði þurft að kompakta mynd, gera þetta kompakt meira ef hann gert bara eina mynd. Þannig að upp á bara pacing að gera og structure á myndinni, þetta hefur verið allt unum mynd, held ég. Af því að ég held þú getur ekki tekið báða kaplan í dag, skeitt saman eina mynd og sagt, já, þetta er myndir sem hefði alltaf verið ein. Já, einmitt, nei. Það er ekki sanngjarnt, af því að hann gerir 2 feature-length myndir. Og bara uppbygging hvað hann endar líka fyrsta kaplan, brilliant. Bara does she know her daughter is still alive? Búm, myndi búin. Brilliant. Það er rosalega endir. Það er svo geggja hvernig fórum við vita að það er upplýsingar. Við vissum ekki að hún var lifandi. Nei. Finnir loki. Það er brilliant. Algjörlega. Og þessum, Wall 1, þú veist, ef við erum að, tala hana sem eina mynd, þá er það bara svona eiginlega fullkomin mynd, Já, en mér finnst 1 betri. Ef ég þarf að velja um þetta. Ef ég þarf að, klálega, að því að, klæmaksið í 2 er rosalega lágstemmd. Þú nærði ekkert að keppa við. Nei, og stílbrögðin eru önnur, þú veist, hann er komin í meiri svona vestrafíling í númer 2. Asist flavor í fyrstu? Já, akkurat. Þannig að ef við förum í Wall 2, hvernig, Wall 2, við erum að tala um við erum bara að tala um sem eina heild. En sorry, mér langar að segja þetta, í samvætti Kill Bill, ef við tökum það sem eina mynd. Við erum að gera það, við erum að taka það sem eina mynd. Ég líti á það sem eina mynd í rauninni. Af öllu myndum hans Tarantino, sem hann hefur gert, þá finnst mér þessi vera, ef ég þyrfti bara að velja, ég held sér engin annar leikstjóri sem hefði getið gert Kill Bill, nema Tarantino. Það er allt og mikið og alls konar hráefnum í þessari mynd. Það er svo auðvitað að klúðra því. Tónnin til dæmis í Kill Bill, það er svo ógeðslega auðvitað að þetta klúðra því. En að því hann er með svo svakalega gott tak á þessum efni við. Asísku myndum, kungfu myndum, vesturum, allt þetta revenge myndum. Hver annar leikstjóri hefði getað leikstýrt þessari mynd? Bara vestra elementið og svo tónlist og svo kungfústafið, bara það tvennt er ekkert líklegt að sé svona mikið fettis hjá einu manni. Nei, nákvæmlega. Og síðan að bera það á borð eins og hann gerir, þannig að rétturinn smakkast fullkomlega. Það er svo erfitt, maður. Já, þetta er ógeðslega velgert, sjúklega. En færum við kannski aðeins yfir í seinni hlutan, sem er þá í Volume 2. Þegar þú sást hana, þegar hún kemur inn í árið seinna, varstu fyrir vonbrigðum? Ég náttúrulega nægi ekki eins og að sjá henni í bíói. Þú sást hann í bíói? Nei, hún kom ekki eins og vestur í bíói, ég man ekki af hverju. En þegar þú sást hana, hvar það var, varstu fyrir vonbrigðum? Smá, að því hinn var svo mikið heartpump. Að þá var maður bara svona, býttu nú við, er hún og, þú veist, svo hún og Bill í endan. Þau eru að spjalla og svo reiðast þau, svona, og bara það er vopninu er tekin upp. En hún gerir tricksið 5 finger explosion heart explosion tekník og Billy er þá allur og var svona, ok en svo fórum að pæla var þetta þá kannski bara meira cool frekar en eitthvað showdown niður á strönd við sólarupprás eins og hann legði til and if you want to go old school and you know I'm all about old school og fer að nefna þá útlækningu á þessu dúeli já, þú veist, hún var letdown því ég sá hana fyrst samanborið við
Vol-1. Já, hún svo bombastic líka fyrsta, sko. Já, en enga síður hún góð og ég meina, þú veist, þetta þessi við túlkum þetta sem sömu mynd og Það líka ógeðslega mikið að góðu stöfi í 2 maður. já, Fætin í trailinum. já, hann geggjaður. Við Daryl Hannah, Mhm. það geggjað þegar Bud skýtur hana. Já, Hún að læðast þarna í Já. trailinu hans. einmitt. Og grafin lifandi. Já, og Slísi gauri svo Bud skuli ná henni hann í smá stund, sko. Mér finnst það geggjað, því að það ástæð fyrir því Mhm. að hann var í Deadly Viper. Já, einmitt. Skotinu. Hann Já. ekki, þetta ekki að þegar við sjáum hann í 2, Já, þá vinnur hann bara okkur strips, það er eitthvað bouncer og maður bara svona, látin þrýfa Já, klósett og hvaða lúser er þetta? Já, En hann ekkert lúser. nei, Mér finnst hann bara töff hvernig hann náði yfirundinni og bara já, ég meina þegar grefur hana. hann mætir á staðinn trailerinn, stígur út úr bílnum, hann finnur eitthvað á sér. Hann búinn að spotta hana einhvern veginn, án þess að sjá hana samt. Já. En við vitum ekki hvað hann spottar. Þegar innsettir Johnny Calsofónin, hún heldur bara að hann sé núna farin að slappa af og hún sé með hann í siktinu. En hann var allan tíman með yfirhöndina. Svo bara búm, haglabessa, Já, brjósti. hann bara blekkt hana svo svakalega. Þannig að hann var svona, já, það er ekki skrítið að hann væri í svo gengi, sko. Og blekkir bróði sinni, ég er löngu búin að pona hattur í hans og sverði mitt. En Hann laug því. já, hann átti það á Já. allt, sko. Ó, það er svo geggjað maður. Þannig að ég fíla að hann karakter mjög mikið. Ég líka, hann var lúmskur, Já. hann leinda þess á sér. Já, Af því þegar við sjáum það er því að það er náttúrulega liðin einhver ár þegar þau voru þetta Deadly Viper dút og maður bara svona, ok, hann kannski bara einhver lúser. Ekki alveg. Nei, Steel Garrett. Já, svolítið mikið. Já. Svo fá hann til að sjá Pai-Mei. Hvernig fílar þann karakter? Geðið, skemmtilegt. Ég elska. Það náttúrulega fer over the top, en það skipti einhver máli því það var búið að leggja tónin í Vol-1. Hann náttúrulega hoppandi upp á sverðinar og maður svona, Þú meikar ekki neitt sens. nei, og þegar hann hendi sverðinu aftur í rekkan, hittir hana, Já, og það lendir bara í drung. Svo var ekki alltaf sound effect að gera Jú. með skeggið, Jú. það eitthvað. Og svona quick zoom og hann alltaf hlæjandi. Þú veist, þetta já, aftur mjög mikið leikhús. Það er ákveðin stíl. Já, og hann leika sig með svo marga stíla, en þetta virkar. Hann lætur þetta virka. Já. Það er snildu við Kill Bill. Já, þarna Kristur mættur. Snævar bendir hérna á Tarantino og sjónvarpnum. Nei, ég meina það er snildu við hann. Hann nær láta einhvern virka, því þetta er absúrd mynd. En þegar þú horfir á hana, hún er skemmt þér, en þú ert alveg, ég keifti bara allt. Ég keifti það að Pai-Mei gat hoppa á okkur sverð. Já, og fólk má bara vera með samúræsverð í flugvél. Og... Já, einmitt, svo það líka. Já. Mér átti bara gegja það. Þetta er annar raunveruleiki. Allt annar raunveruleiki. Af því þú sérð að hinir farþegarnir í flugvélinni, þeir eru allir með samúræsverð líka. Já, þetta er ekki bara hún. Nei, og glæpamenn er ekkert með byssu, þeir eru allir bara með sverð. en þegar maður horfa á myndina, maður var ekkert að kveika, þetta væri asnalegt. Nei, ekki neitt, sko. Þegar maður sá hana fyrst, sko. Nei, ekki neitt. Það er galdurinn, sko. Þetta er allt við þessa mynd sem er bara svo geggja maður. Svo varst mér líka gaman að sjá, því það eru nokkur leikarar, allavega 2, sem leika 2 hlutverk. Já. Eins og Michael Parks leikur náttúrulega í Volume 2 líka. Hann leikur Metal-dólgin. Já, akkurat. Það er Michael Parks. Esteban. Svo, ég held að þetta er Gordon Liu, hann leikur Pai-Mei og aðalgæjan í Crazy 88. Akkurat. Það er ekki þess með? Jú. Já. Það er líka bara absúrt. Ég ætla að fá hennar sömu leikara. Já. Sko ástæðan fyrir því að Michael Parks leikur Esteban, hann átti ekki að gera, hann búið að ráða hann. Sá gæi komst ekki á fyrsta readingið. Ok, ég meina það gerist oft, ég meina þú ert að hóa öllum saman í eitt read-through. Já. Og hann kemst ekki. Þannig að til þess að read-throughið gangi upp, allir lesa fyrir alla, og þá var bara Michael Parks látin lesa Esteban. En þá hendir hann í reym, þá hendir hann í karakter sem Tarantino lofaði svo mikið að hann rak hinleikar og hann reði Parks til að leika þá 2 hlutverk. Það er geggjað. Já. Af því hann er virkilega góður í báðum hlutverkunum. Já, og ég meina það spottar eiginlega enginn að þetta sé Michael Parks. Nei. Já, ég reyndi að spotta það. En ekki margir. Nei. En maður er svona hardcore nörd og maður vissi, þú veist, Michael Parks var í From Dusk Till Dawn og eitthvað svona, þá spottaði maður það. En við erum að detta í 4 tíma, þannig að... Herru, shit, ok, bara, ég klára það bara. Já. Fuck, erum við 4 fucking tíma. Ég ætla að senda hérna... Snævar, þetta er þér að kenna. Þetta er allt þér að kenna.
Shit, ok, klárum fyrstu. Við erum báðir með fyrstu. Ok, með Pulp Fiction, ég hef oft talað um henni í podcastinu, þetta er bara masterpiece. Já, algjört. Tarantino, alveg saman hvað kemur næst, ég held að ná aldrei topp á Pulp Fiction. Nei, það bara svona once in a lifetime, þú veist, þú átt bara eitt svona meistrastykki inn í þér. Þú veist ekkert hvenær það kemur og mjög áhugavert að þetta átt að vera samstarfsverkefni. 3 sögur leikstýrar af 3 leikstjórum. Já, var það hugsunni fyrst? Já, svo þegar hann fer að byrja að vinna í þessu, þá fer hann að fíla þetta það mikið að hann tekur ákvörðun að, nei, þetta verður bara næsta myndin mín. Og ditchar þá hugmyndina að hafa hina 2 með. Að því sögðu, þá voru Roger Avery búin að kontribúta gull úr að sögunni, sem Tarantino var þannig að nota, því þetta er náttúrulega bara snilda monolog hjá Christopher Walken. Þess vegna eru þeir titlaði báðir fyrir handritinu. Þeir fá báðir Óskarsverðlaunin árið 94 fyrir besta handrit. En þú veist, augljóslega er þetta Tarantino kvikmynd. Þú veist, en hann verður að titla Roger að því að hann átti þannig smá part. En þetta verður hans masterpiece, ég held að hann topp þetta aldrei og hún bara fangar eitthvað. Hún penetreitar sætgastið á einhvern hátt. Ég man þegar hún kemur út, ég var 9 ára og það var svo mikið buzz og þetta var svona auglýsing, til dæmis það fyrsta sem ég sé auglýsing í Moggunum, maður var alltaf að skoða Moggun og skoða bíóauglýsingar og svona, þá var Samuel Jackson ekki með afróið, þannig að þetta hefur verið photoshoot af leikurunum í kostjúm áður en myndin fyrir tökur eða eitthvað og myndin var titluð Reyfari. Þú veist, það var íslenska þýðingin, ógeðslega mikið af flottu stjörnugjöfum og svo náttúrulega vinnur myndin velun og ég bara, hvað er þetta? Og svo sé ég myndina, held ég 10 ára, þegar hún kom að spólu og auðvitað skildi maður ekki allt, en ég sensaði þetta er cool mynd, það er eitthvað ógeðslega cool við þetta og svo verður hún bara fljótlega mínu uppáhaldsmynd og hún er masterpiece. Ég þarf kannski að hugsa með hinar skilur aðeins, að því ef maður að fara að setja hana á hillu með Apocalypse Now eða eitthvað svoleið skilur. Ég myndi alltaf ekki að svo Pulp Fiction frekar. Já, algjörlega. Nei, ef við tökum bara stóra kanónunnar í kvikmyndasögunni, gullæðið eftir Chaplin eða eitthvað svona svo verður að taka sem hafði áhrif og svona, þá er Pulp Fiction alltaf hana, því hún hafði líka svo mikil áhrif. Eftir að Pulp Fiction kemur út, Jesús mín, mikið af copycat sem komið þá bara á færibandi, sko. Já, algjörlega, maður. Allir vildi vera næsti Tarantino. Já, enginn náði því. Nei. Það er enginn sem náði því. Mér finnst það líka bara, þegar ég horfa hann í dag, hún eldist reyngarlega vel. Það er ekki þetta að setja út á hana. Þetta er bara tímalist masterpiece. Já, algjörlega tímalist, sko. Og bara, þú veist, feelingurinn, leikframistöðunar, karakterinn er geðvitt litríkir. Já. Það er ekkert svona over the top, þannig að þú svona smá krinsar, þú veist, það er allt óðafinnilegt í rauninni. Kannski það skrýtnast komið aftur á sama hluta áðan, er náttúrulega að sjá hann í hlutverki í eigin mynd, sem Jimmy. Mér fannst að sleppa þannig. Mér fannst að sleppa líka. Því þannig, hann er stutt og hann er mjög svona sympatískur í þessari aðstæðu, skiljuru. Hann áleika bara að vera eitthvað svona venlut út. Já, þú veist, hann er eitthvað nervis yfir því að mitt að hangklæðin eru notið. Hann rættur að kona sé að vara fucking brjálast út í hann. Já, og náttúrulega fyrir utan líkið í bílskunum og allt það, sko. En hann er aðalega að hugsa bara, hvað ætli kona mér segja ef hún kemur henni heim og sér ykkur. Já. Þetta er svo brilljant mynd. Það er málið, þú veist, það er hægt að afgranna núna bara mjög stutt að því ég hef ekkert út á að setja. Nei, mér finnst það bara perfect bíómynd. Já, og þetta getur við talað endalaust hvað er gott við hennar, þú veist, þessu soundtrack er eitthvað sem maður bara hlustar öðru hverju á. Klikk. Það er allt í þessari mynd. Já. Þú ert með geggjaða sögu, það er sögur, geðveika karaktera, það endast þetta kvóti þessa mynd, dialogu er geggjað, atriðin eru vel skrifið, vel uppbyggð. Þeir eru bara að keyra, þeir eru með Marvin í baksætinu og hann talar um manni, hvað sér, hvað þú veist þér? Og þú skýtur hausnars, blóð í bílnum, hvað ætlaði að gera núna? Senan breytist svona. Svona? Já. Og bara hvað ætlaði að gera? Þá fyrir sagan einhvern algjöran dítúri, eitthvað, þú veist. Þetta er brilljant. Senu uppbyggin er geðveik, en það sem er líka svo gott við þessa mynd, sem vinnur hina myndinar, er að karakter uppbyggingin er svo góð hjá aðal karakter í hverju senu. Hver einasti karakter fær redemption í endan. Sjá til dæmis eins og Boots, Bruce Willis. Hann og Marcellus
gera díl í byrjun. Bruce Willis svíkur þann díl og hann kominn á flótta. En hann þarf að fara að ná í klukkuna sína aftur og á því ferðalagi dreipur hann Vincent Vega og keyrir á Marcellus. Og þeir fara þannig í þessa pawn shop hjá hérna þessu villidýrum Maynard og Sad. Og maður bara að hugsa þegar maður sér fyrst. Já. Hvað gang? Hvað að gerast og þegar gimpið tekið úr kjallaranum hana? Maður bara eitthvað shit. Trættur en síðan rótar Bruce Willis þannig að þetta bara eitthvað hlæjandi gimp eða eitthvað svona. En allan að pointið mitt Bruce Willis sloppinn. Hans höfuð anstæðingur at the moment núna liggur í valnum í rauninni og Bruce Willis bara laus allir mála og getur stungið af. En þegar hann kominn í dýragettina, hvað gerir hann? Samviskan yfirtekur. Nei, ég get ekki látið aðra manneski þjást svona. Þó við erum óvinir, ég get ekki látið fara svona með hann. Og þá fyrir hann að vilja vopn og endar á samuræsverði sem svona, þú veist, foreshadowar Kill Bill, skilur þetta kung fu fettis hans og hann bjargar Marcellus og hvernig launa Marcellus þetta, þeir eru kvitt. Já. There is no me and you anymore. Bara farið frá borginni og við erum góðir. Vincent Vega, hann endur á því að bjarga Míu. Sem sagt, hann fer með henni af deitinu og það búið að vera mikið kemistri á milli þeirra. Þetta svona the big man's wife og það leiðir allt til þess að þau eru að fara að sofa saman og hann þarf að tala við sjálfan sig í speglunum bara nei, ekki gera þetta, farðu heim rungaðir, hætt að hugsa þetta bara þú veist, en þá tekur Mía heroinið, haldið þetta sé kokain og hann fer með henni til lens og þá bara búm, atrið breytist allt breytist sko þetta er svo vel skrifað já, og hann enda með því að bjarga lífinar með því að gefa henni adrenalínshottið svona ákveð redemption fyrir Vincent og síðan náttúrulega Jules þennan divine intervention þegar Marvin skýtur á þá þeir fá ekki kúlun í sig ok, þeir skjóta Marvin og það en á kaffihúsin í endan þá Jules svona að hugsa og Vincent að spyrja, ok, hvað þetta að hugsa? Hann bara, ég ætla að hætta í businessnum I'm just gonna walk the earth like Kane in Kung Fu og síðan kemur, þú veist, Ringo og Yolanda og aftur nær hérna Jules hann yfirbyrða stöðu en náttúrulega heldur þess að ræðu but I'm trying really hard Ringo to be the shepherd og hann leggur frá sér byssuna þannig hefði getað Yolanda skotið hann eða eitthvað en hann tekur sjensinn á að vera betri maður og fórna sér í þessu augnabliki allir karakterinni fá redemption í lokin ekkert að hinn á myndunum hans eiginlega hefur þetta nema kannski aðeins Jackie í lokin og Jackie Brown Þetta er mjög góð punktur og ég hef aldrei heyrt fólk vera að tala mikið þetta bara eiginlega aldrei en ég held að þetta sé rosalega stór þáttur akkur þessi mynd fer í hjartað á fólki Áðans að fólk gerir sér grein fyrir hvað að gera stílbröðin eru til staðar það efast enginn snildina í samtölum eða túlkun leikaranna eða uppbyggingu handritsins eða uppbyggingu senana, hvernig senuna breytast á þessum stað og hinnu staðinu plant og pei og fér tímalínu rugglað og þetta er revíla og þú svona, oh shit og þú veist, það er allt annað og fólk getur talað það og það getur smjattað á því en þetta er svolítið svona undir yfirborðinu redemption karakterana að siðferðis kompósinn hann tekur völdin, hér góða í manninum þó þessi gangsterar Já, þetta eru geggjórð, bara stutt í lokin. Ég verði að hafa þetta bara túpartir, þetta er svo langu þáttum. Já, það er búið að sækja mig að vera að bíða eftir mig fyrir utan. Ok, bara alveg í lokin. Það sem er líka svo töff við Perfection, ólíkt kannski mörgum öðrum myndum hans, það er ástæð fyrir öllum atriðum, eins og atrið monologi með úrið, með Christopher Walken. Ef þú klippað á myndinni, þá erum við ekki alveg að kaupa þegar Boots fer tilbaka og sækir það. Akkurat. Nauðsynlegt að hafa þetta. Já. Þannig að hann er snillingur þessu. Já. Og Perfection er bara hans masterpiece. Já. Fyrir maður stútt þessu, sem það var. Já. Takk hjá að vera að koma. Já, takk. Ég ætla að hafa þetta two-partir. Ég ætla bara að búa til eitthvað sér intro og bara segja fólki bara, ég ætla bara að kötta hann í tvennt. Þetta ger bara Tarantino viku. Já. Bara takk aðeins að vera að koma. Takk hjá fyrir mig.